Hér. Já, það gerir þú svona hérna. Já, ok. Já, þá getur þú fundið fyrir næsta mann og næsta maður eins og þið sjáið, þá verður þú að stjórna því. Heyrðu, ég vil loka hurðum og lakka eins og svona. Herri, viltu vera svo góður að... Hvað segir þú? Já, viltu ekki bara mynda þér í þetta? Góðan dag. Í dag ætlum við að halda hér ráðstefnu öryggismál í fiskvinnslunni. Og það afskaplega mikilvægt að fjalla öryggismál því að það er eitt af grundvallar mannréttindum okkar að koma heil heim úr vinnunni. Það fer enginn í vinnuna með það markmið að verða fyrir heilsutjóni. Sá sem gerir það, hann starfar hjá einhverjum óviðeigandi samtökum sem enginn hér inni vill vera aðila að og við viljum öll koma heil heim. Þetta eru mannréttindi sem eru samþykkt hjá öllum helstum alþjóðastofnunum, hvort sem það heitar Sameinuðu þjóðirnar eða Evrópusambönd eða einhver önnur sambönd sem menn vilja aðhyllast, þá er þetta grundvallar mannréttindi. Og við sem einstaklingar sjáum ekki neina leið aðra en að reyna að uppfylla þessi grundvallar mannréttindi okkar. Ég horfi til þess að frá því ég hóf störf hjá Vinnueftirlitinu, ég var svokallað aldamótavandi Vinnueftirlitsins, hóf störf 1. janúar árið 2000 og síðan þá eru komin 2200 slys í fiskvinnslunni og það náttúrulega sem falla undir verksvið Vinnueftirlitsins og það það 2200 slys sem of mikið. Hvert einasta slys einu slys of mikið og það grundvallar viðhorf sem við þurfum að eiga. Þess vegna það gríðarlegur sigur í sjálfu sér að halda þessa ráðstefnu.
Þannig að ég held að við eigum náttúrulega byrja á því að hrósa okkur gríðarlega fyrir það að halda þennan fund vegna þess að með því að ræða málin og taka sameiginlega ákvörðun það að þetta sé ekki hlutur sem við ætlum að sætta okkur við til frambúðar, að þá erum við búin að ná einum grundvallarsigri í þessu máli. Og ég vil nú ekki eyða miklum tími að dreifa hér sýklum út í umhverfið í upphafi fundar. Þannig að ég ætla að biðja Karen að segja næstu orð, en ég vil lýsa því yfir að við hjá Vinnueftirlitinu, ég heiti Kristinn Tómasson og yfirlæknir Vinnueftirlitsins, best að segja frá því líka og við erum afskaplega glöð með þessa samvinnu við fiskvinnsluna þetta. Ég held að þrátt fyrir að við séum nöldrandi og naggandi svolítið og hljómið svona sem vísitölu hverflandar eins og aðrar eftirlitsstofnanir verða stundum, svona allavega ef maður fylgist með fjölummiðlum, þá verðum við að lýsa yfir ánægju með það samstarf sem við eigum við fiskvinnsluna þessi mál. Þó oft séum við grútfúli yfir að menn sé ekki gera hlutina nægilega vel og oft svo framvegis, en þá það nú samt, þá erum við allir að reyna og vilja ná árangri. Og yfir því erum við glöð. Og ég held að við séum öll mjög ánægð hér inni yfir þeim áhuga sem við vilja sýna þessu grundvallarmannréttindamáli sem öryggismál í vinnu eru. Já, við þökkum Kristni Tómassyni, yfirlækni hjá Vinnueftirlitinu, kærlega fyrir. Þú gleymdir aðeins að kynna því í byrjun. En sjálf heiti ég Karen Kjartansdóttir og samskiptastjóri hjá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og við viljum bara eins og Vinnueftirlitið þakka bara kærlega fyrir það samstarf sem við höfum átt. Þetta byrjaði nú í sumar þegar við settumst niður og fórum yfir tölur og við sáum það að slysatíðni í fiskvinnslu hafði aukist og sumpart skýrist af því að menn eru að vanda sig betur við skráningar og það bara virkilega gleðilegt. En við vildum samt ekki horfa frá þeirri staðreynd að víða pottur brotinn í þessum efnum og vildum þess vegna fara yfir þessi mál með fyrirmyndarleiðtogum og nýta okkur sérfræði þekkingu Vinnueftirlitsins og teljum bara virkilega ánægjulegt að sjá hve margir eru mættir. En við settum þennan fund á þessum tíma því við vitum að það á að vera svona minnst að gera í fiskvinnslu. Hins vegar það svo að menn eru forfallaðir. Við erum alltaf að tala óvissuna sem fylgir sjávarútvegi og hún skýrist mikið af veðri og því að fólk mikið út á landi. Þannig dagskráin breytist örlítið, þið með ekki fylgjast algjörlega með upphaflegu dagskráni. Ég þurfti aðeins að breyta því menn eru staddir fyrir norðan og austan. En við erum hins vegar enn með frábæra og góða fyrirlestra sem við ætla að deila þekkingu sinni á málefninu og við vonum að þessi ráðstefna verði í dag upphafið af þróun sem við getum síðan hort á með stolti og séð hvernig til hefur tekist. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, mér langar til að byrja á að kalla fyrstan hann Leif Gústafsson hjá Vinnueftirlitinu. Hann ætlar að fjalla eftirlit í fiskvinnslu. Leifur fagstjóri áhættumats og tæknifræðingur frá Danmörku og með diplómanám í lýðheilsuvísindum og heilmikla reynslu og hefur starfað hjá Vinnueftirlitinu í 9 ár. Þannig Leifur, ef þú ætlar að byrja. Já, komið sæl. Svo kannski þá ég Leifur Gústafsson og vinn hjá Vinnueftirlitinu og fagstjóri áhættumats og það sem ég ætla að fara yfir núna hjá okkur Ég ætla að fara yfir fiskvinnsluslag sem við hjá Vinnueftirlitinu gerðum 2013 og við ætlum að fara aðeins yfir tölfræði vinnuslysa í fiskvinnslunni. Fara síðan yfir annan átak sem við gerðum í framhaldi af hinu sem að öðru tagi. Aðeins að ræða nýjar fiskvinnsluvélar, framleiðslu á þeim og aðeins að sjá hvað framtíðin ber skauti og hvernig við sjáum hlutina fyrir okkur. Nú við vorum í fiskvinnsluátaki 2013 og í okkar skrám þá eru rúmlega 200 fyrirtæki í starfsgreininni. Við fórum í og heimsóttum 109 af þessum fyrirtækjum 2013 og vorum aðallega að skoða með áherslu á vélbúnaði og tæki. Nú,
það sem kom út úr heimsóknum okkar var kannski að þær voru ekki nógu skilvirkar eða skiluðu ekki því sem við vildum og við spurðum okkur sjálf, skilaði þetta átak árangri og það er svona okkar tilfinning að hafa ekki skilað þeim árangri sem við vonumst til. Nú í framhaldi af því og eina ástæðan fyrir því að við fórum í þetta átak átak 2013 var að slysatölurnar voru að hækka eins og Karin kom inn á. En í framhaldi af átakinu 2013 þá sjáum við þarna lengst til hægri að við vildum sjá þessa kurvu falla snögglega niður og sjá slysum fækka en svo var ekki. Og aðeins þessi slys og ástæðu þess að við viljum skoða vélarnar, hafa ástæður á að vera með eftirlit með vélum. Við sjáum þetta lengst til vinstri þá eru tölurnar fyrir slys við iðnaðarvélar. Þetta eru típisk fiskvinnsluvélar, flökunarvélar, hausunarvélar. Og til hægri eru slysin á lyfturum típist. Svo erum við með slys við handverkfæri hérna í miðjunni sem hásúla líka. En af okkar reynslu, og við erum að rannsaka þessi slys, að þá eru þetta alvarlegustu slysin sem verða við iðnaðarvélarnar. Það er þarna þess að þessi menn lendi í klemmu og slasa sig mikið. Nú þarna er rauntölu slysa. Við sjáum að árið 2014 lengst til hægri, þá var það í fyrsta skipti sem Vinnueftirlitið fær tilkynnt slys sem er yfir 200. Og kannski minnast á það að þarna erum við ekki að taka inn slys sem verða hjá undirverktökum eins og hreingerningafyrirtækjum sem víða eru undirverktakar og gera hreint í fiskvinnsluna á hverju degi. Þannig að þessar tölur fara hækkandi og þetta eru rauntölur á því leyti að Karin minntist á aukna skráningu en ef við skoðum beinbrot í fiskvinnslu þá tendensi sá sami, það hækkandi slysatíðni. Og við fögnum því að sjálfsögðu að menn sé að tilkynna slys og menn verða að halda því áfram því að annars erfitt að vinna í þessu málum. Nú í framhaldi af þessu þá náttúrulega vildum við skoða hvað var það sem var ekki að virka hjá okkur í fyrra átaki. Við sáum að slysunum var ekki að fækka og við gefum fá fyrirmæli vélar og tæki. Þannig við ákveðum að taka úrtak, skoða stöðuna, byrjum þetta okkar átak núna 2015 og fórum í færri heimsóknir en dýpri. Þannig við eyddum meiri tíma og ákveðum það að í þessa heimsóknir færi sérfræði teymi og það fleiri en einn sem færi hver skipti. Við vorum 3 til 4 sem fórum í hverju einustu heimsókn. Og þessi heimsóknir, þarna fórum við og gerðum bara úrtak upp á 8 fyrirtæki. Í þessu fyrirtæki voru 100 til 150 starfsmenn, þannig þetta eru stór fyrirtæki. Nú við vorum lengi í heimsóknunum, svona hlutfallslega með okkar skoðanir venjulega, við vorum 4 til 7 klukkutíma. Nú sérfræðiteymið, það var Ágúst Ágústsson og Leifur, ég og Guðmundur Kjerúlf og svo fóru eftirlitsmenn með okkur í þess 8 heimsóknir. Nú í þessum heimsóknum þá fórum við í gegnum fiskvinnsluna típist með gæðastjórum, verkstjórum, verksmiðjustjóra, batermönnum, það sem það var og svo öryggisdúnamann og öryggisvörðum. Og við skoðum vélasali, það var áherslan var áfram á vélar og hausunar og flökunarvélar og fórum og síðan eltum við bara fiskinn í gegnum framleiðsluna. Það var svoleiðis sem heimsóknin fór fram og svo héldum við yfirleitt stutta fundin alltaf með þessum aðilum í lok heimsóknar. Nú skemmst frá því að segja að við gáum frá 15 til 37 fyrirmæli per heimsókn. Við gerðum það sem við hefum ekki verið að gera áður. Við sendum myndir með hverjum einustu fyrirmælum, þannig að ekki fórum milli mála hvað það var sem var að ræða, hvaða úrbætur þurfti til, eða hvað það sem var ábótavant. Nú margar eins-vélar fengu ein fyrirmæli, þannig að til dæmis 3 flökunarvélar sem vantaði hlífar á, það var gefin bara ein fyrirmæli þar, þannig að í sjálfu sér eru þessi 15 til 37 fyrirmæli eru þau í sjálfu sér miklu fleiri hlutir sem voru ekki í lagi hjá viðkomandi fyrirtækjum. Nú gáum að meðaltali 15 fyrirmæli tengt vélum og tækjum. 80% af fyrirmæli sem við gáfum og kannski minnast á það að fyrirmæli náttúrulega stjórnvaldsákvörðun sem Vinnueftirlitið gefur, eitthvað sem fyrirtækin verða að fara eftir. Menn hafa svo andmælarétt og allt það, en þetta eitthvað sem fyrirtækin eiga að fara eftir. Það ekkert val. Nú 80% þessar fyrirmæli sem við gáum voru þau sömu á milli fyrirtækja. Og eftir 7. og 8. heimsókn þá gengum við bara á sömu staðinn. Þetta var alltaf það sama.
Mestu mikið var þetta gamlar flökunarvélar, gamlar hausunarvélar og gömul tæki. Það var miklu betra ástand á nýju vélum, þótt að það hefði ekki verið í 100% lagi í okkar heimsóknum. Nú við gerðum tafarlausar úrbætur á hverju einstu stað á þessum 8. Að renni gegnum nokkra myndir, opnir öxlar öllum stöðum, opin drif, svona minna hættuleg drif og þarna meira hættuleg drif. Þetta er svona keðjudrif og tannhjól og þetta er bara opið og þetta er alltaf eitthvað sem á ekki sjást. Opnir sniglar, 7 af 8 stöðum, opnir sniglar. Það sagt var að koma annarkvort með fingur eða hendi eða fóta að. Það var algjörlega ósættalegt. Opnir sniglar, opið snígill sem búið að rjúfa neyðarstöðuna eða stöðuna, snertilinn ef lokið er opið eða grindin þá snígillar stöðast þá er búið að taka það burt. Nú víða komum við að þessu gömlu flökunarvélum, auðvitað fína vélar, endast vel en þarna er opið innan hnífsblöðum og hérna greinilega festingar fyrir hlífar. Svo þetta er víða búið að fjarlægja og þessar vélar þekkjum við öll, þessar flökunarvélar, þarna var opið í hreyfanlega hluti, hnífa fyrir innan og svo hnífa hérna fyrir utan líka og þetta á ekki að vera að koma að stað með berum höndum. Sums staðar búið að snuða á neyðarstöðunni, þetta flökunarvél líka. Það var hægt að beygja arminn, það alltaf gengur ekki, þetta er nauðsynlegasta neyðarbúnað sem er á þessu tækjum að ef eitthvað skeður og hendi fylgir eftir þá hérna drepur vélin á sér að maður rekst á þennan neyðarbúnað. Þetta sjáum við svona, þá var aðgangsstýring, það er búið að stubba hana niður, þannig að hún sé ekkert að bögga og það náttúrulega gengur ekki heldur. Þannig að þetta svo erum við að sjá mikið á opnum færiböndum og það er eiginlega bara stóra vandamál í fiskvinnslunni, það eru svo opnu færibönd. Auðvitað er þetta sem sagt talar á móti okkur öðru, kannski matvælaöryggi og öryggi en við getum aldrei ógnað öryggi starfsfólks á kostnað matvælaöryggis. Við rakust aldrei á það að nánast alls staðar að kör, þessi mál voru ekki í lagi og menn voru að stafla körum upp í 8, 9 hæðir, metið á 13, en fyrir framleiðanda má bara hlaða þessu litlu körum max 5 og svo stóru körum max 3. Þarna var víða potti brotinn. Aðeins lentum við í kringum ammóníak vélasali, að menn voru ekki með grímu, voru með grímur inn í sölunum. Þessar grímur að vera fyrir utan salina líka. Þegar ammóníak mengunni kemur þá förum við ekki að vaða inn í salina að ná í grímuna. Við vorum að geta farið inn í salin með grímuna á okkur. En auðvitað er þetta fullt af lausnum, bara eina, 2, 3 stuttar. Þarna sjáum við aðgangsstýringu. En aðgangsstýring eins og þarna, þið þekkið þetta, það er hlið sem drepur á vélinni en menn hérna opna það. Það er þetta ímynd sér margt annað, þessu geislahlið sem slekkur á vélinni. Það er ímynd sér hlífar yfir þessu hreyfanlegu hlutum hérna aftan á vélinni. Þannig að ýmsar lausnir eru til. Típisk lausn er á nýju vélum. Ef hendi dregst með í áttina hnífum vélarinnar, þá er þessi stóra stöng rauða, hún er neyðarstöðunin, örugg lausn. Rákust aðeins á það í okkar heimsóknum að nýjar vélar voru ekki í lagi. Það var ekki eins og með gömlu náttúrulega en Vinnueftirlitið hefur markaðseftirlit með fiskvinnsluvélum og það vantaði víða, það var erfitt að fá tækniskjöl og samræmisyfirlýsingar og vélarnar voru yfirleitt illa merktar. Og það er náttúrulega alvarlegt mál og við sendum út að innkölluðu vélar hjá 5 fyrirtækjum og það er í ferli núna. En menn séns á að bæta sig og skipta út vélunum og bæta þetta og menn er á fullu í því núna, þessi vélaframleiðendur. Það er bara dæmi um CE-merkingu. Auðvitað þurfum við þegar við komum að staðinn Vinnueftirlitið að vita hvað vélin heitir, hvað hún var framleidd og svo framvegis. Þetta stendur allt í okkar reglum og það er bara að spyrja, hafa samband við okkur að mennir í vafa. Aðeins niðurstöður á þessu átaki 2015, þessu 8 heimsóknum. Öryggisbúnaður á vélum og tækjum var víða ekki í lagi. Færibönd opin, vantaði oft neyðarstopp, víða opni öxlar og öxulendar. Ástand og umgengni við fiskikör og verulega ábótavant og frystiklefar uppfylltu ekki öryggiskröfur.
Fyrirtækin átta sig við heimsóttum að þau voru ekkert neini skussar, þetta voru bara stór fyrirtæki og það allar líkur á því að ástandi sé, jafnvel verra hjá öðrum og jafnvel kannski sérstaklega minni aðrum. Lærdómur fyrir vel, við erum búin að vera að fara í þessi fyrirtæki í 35 ár Vinnueftirlitið, þannig að við þurfum aðeins að horfa í eigin barm líka, en það var gríðarlegur styrkur fyrir okkur að fara fleiri saman í þessa heimsóknir. Eftirlitsmenn fara yfirleitt einir í heimsóknir hjá okkur, en þarna í þessu sérteymi og þessu heimsóknir, þá fórum við fleiri saman. Nálægð, hún getur verið erfið fyrir eftirlitsmann sem býr í lokalplássinu og þarf að loka kannski línu eins og við gerðum, við lokuðum, stoppuðu vinnu við nokkra vélar og það stoppaði framleiðsla, voru 100 manns sem biðu eftir hráefni. Þetta kannski erfitt að gera einn í heimabyggð. Einhvers staðar sögðum við nei við útgerðarmann og aðeins seinna í ferðinni þá var hægt að hvíslaði á okkur starfsmaður og sagði að þetta fyrsta skiptið í 50 ár sem hann hafði heyrt sagt nei við þennan ákveðna mann. Það seinast verið á skólaskemmtum fyrir 50 árum. En myndir, þær eru góðar, þær eru útskýrandi. Þetta sem verður að sýna ykkur á hann, þetta er útskýrandi fyrir okkur í fræðslu og þegar við erum að tala við fyrirtæki. Og við vorum aðeins að sjá það að eftirfylgni með fyrirmælum þurfa að vera betri hjá okkur. Við fórum sem sagt í eftirfylgni, við gáum típist fyrirmæli upp á 3 mánuði að gera úrbætur og þegar við komum eftir 3 mánuði það var kannski bara 60% af úrbótu fyrirmælum búið að laga. Þannig það var fullt útistandar og við þurftum stundum að fara í 3. heimsóknina og gefa þá bara 48 klukktíma frest. Þannig að einhver fyrirtæki ekki alveg að fara eftir okkur og hlusta á okkur, sem okkur finnst mjög alvarlegt. Nú aðeins hvað framundan og við erum búin að vera að gera ýmsa hluti. Við erum búin að funda með framleiðandi fiskvinnsluvélar til dæmis. Við erum búin að tala við einhver fyrirtæki sem framleiða frystikerfi. Við erum búin að funda með tryggingafélögum. Nú SFS, við erum aldrei búin að funda með þeim og endar með því að við höldum þessar ráðstefnu hér og ég gerir svo Kristín, ég hrósa samtökunum fyrir að taka þátt í þessu. Nú hreingreiðingafyrirtæki, eins og ég nefndi á, þá er töluvert slysum þar. Þeir eru undir verktakar og það er mikið af ungu fólki og mikið af útlendingum sem vinna við þau störf og það er bara töluvert slysum þar. Þannig við erum eftir að fara í þá herferð og bara ekki gefist tími hjá sérfræðiteymum til að gera það en það er á dagskrá núna á næstu vikum. Nú, við ætlum að fara í fleiri og skilvirkari heimsóknir hjá Vinnueftirlitinu og við ætlum að reyna að fara saman, hafa þetta öflugri heimsóknir, skilvirkari og auka samvinnu eins og við erum að gera hérna með hagsmunaaðilum. Við viljum benda á að fyrirmæli ein og sér frá Vinnueftirlitinu, það er náttúrulega breyta ekki ástandinu í fiskvinnslunni. Þetta hjálpar það til. Nú virkja þjónustaðala, við erum með þjónustaðala okkar og þeir eru listaðir á okkar heimasíðu og Danirnir gera það þannig að þegar fyrirtæki fá yfir 5 fyrirmæli per heimsókn, það fá þeir 7. fyrirmæli eða auka fyrirmæli sem heitir þið verða að ráða ykkur þjónustaðala, bara skylda fyrirtæki til að ráða þessi þjónustaðala. Við höfum hugsað þetta og mögulega gerum við þetta í framtíðinni. Við erum ekki með jafn skýr ákvæði og Danirnir en þetta stendur alveg til hjá okkur. Aðeins að lokum. Það þarf hugarfarsbreytingu hjá fiskvinnslunni og öllum. Við verðum var við það er mikill vilji til að bæta sig. Gott dæmi er að við tókum þessar myndir í okkar heimsóknum og það voru allir til í að deila myndunum. Menn voru að senda okkur lausnir, hvaða hlífar þeir sett á sín tæki, hvort þeir notuðu geislahlíf eða hvaða lausnir þeir notuðu, og menn voru til í að deila þessu. Þannig að við vorum með orðið svona milliliður og farnir að senda myndir á milli fram og tilbaka og það er náttúrulega bara jákvætt. Það var enginn sem vildi halda sinni lausn, þetta vildi bara vera með. Þetta er líka upp á ímynd bransans, getum við sagt. Og þetta sem við vorum að skoða, voru vélar og tæki, og eins og segir í fræðunum, þá eru tæknilausnir, það eru varanlegar lausnir. Verklagsreglur og varúðarmerkingar, það er eitthvað annað. Tæknilausnir, þær eru endanlegar. Þær þurfa að vera í lagi, þess að hægt sé að komast á næsta stig, öryggishegðunar eða öryggismenningar.
Takk fyrir. Þakka þér kærlega fyrir þetta, en mér langaði til að bjóða ykkur að því þetta eru allt áhugaverðar upplýsingar sem hann sýnir, en ef þið hafið einhverja athugasemdir eða spurningar, þá ætla ég að gefa ykkur tækifæri að koma þeim til leifs bara núna. Þannig, er ykkur salnum sem vill spyrja að ykkur? Nú ef ekki, þá hleypum við bara, vilt þú koma með það? Það þorir enginn, við gerum þetta þá bara, gerum út þetta í matarhlíðinu. En næstur á svið er Guðmundur Kjerúlf frá Vinnueftirlitinu, byrjum alveg rækilega á þeim. Hann ætlar að fara yfir forvarnir og öryggismenningu. Guðmundur. Góðan dag öllsömmul, gaman að sjá svona marga hérna í dag. Ég ætla að tala aðeins forvarnir og öryggismenningu og reyna að vefja það kannski aðeins saman. Byrja nú samt hérna á þessu, lögum og reglum, vinnuverndarstarf er lögbundið starf sem á að fara fram á öllum vinnustöðum til að tryggja okkur heilsusamlegt starfsumhverfi og góðan aðbúnað og öryggi. Ábyrgðin á þessu er mest á atvinnurekanda. Og atvinnurekandi er einn maður, forstjóri eða forstöðumaður. Hann ber megin ábyrgð. Svo aðrir stjórnendur þar á eftir, aðstoðarforstjóri, tæknistjóri, öryggistjóri, verkstjórar. Nú vinna í fiski er í eðli sínu hættuleg og allir vinnustaðir eiga einhverjar hættur, en í fiski að þar eru bara nánast allar hættur sem að fyrirfinnast við vinnu. Auðvitað fyrst náttúrulega hættulega vélar, hættulega tæki, hnífar, gríðarlega mikið verið að vinna með hnífa og svo náttúrulega verið að vinna í kulda og hita, heitustu staður sem ég bara nokkuð tímann komið á í eftirlitsferðum, þar vorum við inn í einhverjum vélasölum í fiskvinnslunni. Nú titringur, hávaði, færiband að vinna, alls konar erfið vinna, mikið verið að handleika, þunga hluti og þrengsli. Ótrúleg þrengsli. Mér er minnistaður einn maður, einn forstöðumaður í fyrstu húsi sem við komum í. Hann var alveg sannfærður að það væri þrengst hjá sér. Það væri hvergi eins þröngt. En þetta var eins hjá öllum. Það voru allir að glíma við ótrúleg þrengsli. Menn voru búin að setja inn nýjar vélar og nýjar og það var ekkert pláss. Óhentugt húsnæði, gólf blaut. Ég var einhvern tíma búin að vera með þessa glæru og þá sagði ég sleipgólf og það var bara ekki rétt. Þetta var kannski eitt af því sem kom okkur kannski hvað mest á óvart. Gólf voru ekki sleip. Það var komið einhvern gríðarlega fínt gólfefni, nánast hjá öllum, þannig að það var ekki sleipt. En auðvitað voru gólf blaut og stundum fiski, partar á gólfinu og svo framvegis. Nú gríðarlega mikið verið að flytja vörur, mikið liftarar að keyra og fólk að ganga. Þetta er alltaf hættulegt. Ótrúlegur hraði og krafa hraða og svo náttúrulega mikið af alls konar fólki, ábyggilega 100 þjóðerni, mikli tungumálaerfiðleikar. Og þarna vantar margt fleira, hættuleg efni, ammóníak, þrýstibúnað, katla, allar hættur fyrirfinnast í fiskvinnslunni. Og eins og Leifur kom inn á að þá vorum við fyrst og fremst að einbeita okkur að iðnaðarvélunum. Þar voru bæði flest slys og þar eru alvarlegu slysin, þar eru menn að brjóta bein, þar eru menn að missa útlimi, fingur, hendur, fætur. Þetta er líka kannski sá vettvangur sem er auðveldast að fjarlægja slysin. Þarna er mestu möguleikinn að ná framför. Miklu frekar heldur en í hnífunum og kringum liftarana og það allt saman. Og það er talað fyrsta, annars og þriðja stigs forvarnir. Þriðja stigs forvarnir eru til að milda skaða. Allur skyndihjálpar búnaður er þriðja stigs forvarn. Við ætlum að koma í veg fyrir að manninum blæði út, hann er meiddur, hann má átt að blæði út. Neyðasturtan er líka þriðja stigs forvarn. Þetta vorum við nú svo sem ekki mikið að skoða í fiskvinnslunni, ég held nú að neyðabúnaður, skyndihjálparbúnaðurinn allan að væri í góðu lagi sýndist okkur. Við gáum nokkur fyrirmælum neyðasturt. Nú annars stigs forvarnir, þetta vorum við svo sem ekki mikið að skoða heldur.
annars stigs forvarnir eru allar persónulífar. Það hefur eitthvað gerst en við erum að verja okkur. Hjálmurinn ver okkur, hanskarnir verja okkur, skórnir verja okkur. Þetta sýndist okkur nú svona mestu leyti að vera í góðu lagi í forvörninni, í fiskvinnslunni. Reynsla okkar svona almennt og yfirleitt því miður sú að menn hafa mestan áhuga á 3. stigs forvörn. Leggja gríðarlega mikið upp úr því að eiga góðan sjúkrakassa og slíkt. Og auðvitað gott að blessa, auðvitað á það að vera í lagi. En ekki eiga menn að eyða 90% orku sinni í þetta. Menn eiga að eyða 90 eða 99% af orku sinni í 1. stigs forvarnir. Að fjarlægja hættur. Og það var ekki í lagi í fiskvinnslunni. Sérstaklega í vélum og tækjum. Þetta einfalda ráð. Það er ekki hægt að slasa sig á henni. Ekki í dag, ekki á morgun, ekki næstu áratugi. Og þetta ekkert nýtt. Við þurfum að byrgja brunninn án að barnið dettur ofan í hann. Þetta bara þetta gamla góða. Í sumum tilfellum vildu menn í fiskvinnslunni og ótrúlega margir héldu að lausnin væri sú að setja upp merki. Varúð, vélin hættuleg. Og við vorum ekki búin að fara nema kannski á 2-3 staði þar við gátum gengið í sjálfu sér að þeim vélum sem við höfum að gefa fyrirmæli. Það voru auglýstar, það væri hættulegar. Það nánast þetta sem við sáum. Auðvitað þetta teiknuð mynd, tilbúin mynd, en þetta var lausnin hjá morgun. Því miður. Við sjáum náttúrulega bara hérna að þetta náttúrulega, ég veit ekki hvort þetta hlægilegt eða grátlegt. Lausnin brjálæðislega einfald. Fjarlægja hættuna. Hérna sjáum við raunverulega mynd af fiskvinnsluvél. Við sjáum hérna vel frágengin öxul, sem var nú oft ekki í lagi, en þarna það í fínu lagi. En þarna sjáum við glitta í færibandið sem á hreyfingu. Og ef við skoðum þetta nær hérna, þá blasir við þetta hérna merkið sett ekki hendi í vélina. Það spurðum einu sinni maður á námskeiði hvort þetta væri fyrir útlendinga, hvort að þeir vissi ekki að ætti ekki að fara með hendurnar inn í vélar. Og auðvitað veit hvert einasta mannsbarn að á ekki að fara með hendurnar inn í vélina. En af einhverjum ástæðum og yfirleitt með góðum vilja. Það er fastur sporður eða fastur beingarður eða það er eitthvað sem menn vilja taka því miður. Það á ekki að vera hægt. Og ég bjó nú bara til þessa lausni í PowerPoint. En góður rafsuðumadur að hann bara 10 mínútur. Að setja þarna einhvern snirtilegt net. Þetta merki ekki klósettpappirsins virði. Og almennt hegðar fólk sér á öruggan hátt. Sumir gera það alla ævi. Aðrir gera það 99,999% ævi sinni. Hegða menn sér á öruggan hátt. En allir geta átt það til á einhverjum augnablikum að hegða sér eins og dott. Eða gleymt sér. Eða bara verið eitthvað ranglað, dottið, fálmað. Eða þessi góði vilji sem ég talaði um áðan. Af einhverjum ástæðum geta menn verið bjálfar. Vélar og tæki í dag eiga að vera þannig að þeim megi ekki refsa okkur fyrir augnabliks gleymsku. Þetta þrumuðu mann oft á okkur í fiskvinnslunni. Menn verða nú að hugsa. En það ekki þannig og ég held enn síður í dag heldur kannski áður. Ungt fólk í dag til dæmis, það hefur ekki umgengist eins mikið hætturnar eins og við gerðum kannski áður fyrr. Þannig í nútíma samfélaginu þá verður að ganga út frá því að menn hugsi ekki. Það er að hanna allar vélar og tæki miðað við það að menn hugsi ekki. Nú ekki skapast stig af stigi og við sjáum að fyrsta stigi það þetta efnislega umhverfi. Hafa lífar á vélunum, skipta út hættulegum efnum fyrir skaðlaus efni, fjarlægja hávaða, etc. Þetta það stig sem að fiskvinnslan að glíma við. Það erfitt að komast herra nema að hafa þetta í lagi. Einhverju fyrirtæki eru komin hérna kannski á 4. og 5. stig á Íslandi, en ekki mörg held ég.
En það gleðilega er að þetta kannski einfaldasta stigið að yfirvinna, vera með þetta efnislega umhverfi í lagi. Hérna sjáum við svona slá eins og Leifur sýndi okkur, annars vegar slá í lagi og svo slá sem búið að stytta og þarna menn alltaf farnir að vinna á móti hinu efnislega umhverfi, alltaf mjög slæmt. Opin öxull, þetta er þetta að leysa á mjög margan hátt, stytta öxullinn, setja járnlíf yfir hann, setja plastlíf yfir hann, það er ekkert mál að fjarlægja þessa hættu til áratuga. Og það að breyta öryggishegðun, það fjallar ekki að breyta starfsmönnum, eins og flesti stjórnendur halda. Það fjallar að breyta stjórnendum, fyrst og fremst. Það verður að byrja ofan frá niður, ekki neðan frá og upp. Stjórnendur verða að draga vagninn. Slys í fiskvinnslu eru stjórnandavandi, númer 1, 2 og 3. Tvennt skiptir gríðarlegu máli, vilji, og við erum allstaðar varir við mikinn vilja hjá fiskvinnslunni. Allir voru mjög tilbúnir sem sagt að taka tillit til okkar athugasemda. Eitt af því sem við heyrum nú allstaðar þar sem við komum, já, þetta er nú gott að blessa það en við höfum enga peninga. Þetta heyrðum við náttúrulega aldrei í fiskvinnslunni, ekki einu sinni. Og menn mjög duglegir að vilja deila upplýsingum, miðla af þekkingu sinni. Miðla sér að segja af lausnum sínum. Hins vegar þetta með þekkinguna, það vantar klárlega þekkingu inn í fiskvinnsluna. Það eru mjög færir vélamenn og alls konar smiðir, tæknifræðingar, en mönnum vantar þessa grundvallar vinnuvernda þekkingu. Hún er ekki stjarneðlisfræði eða neitt slíkt. Hún er tiltölulega einföld og aðgengileg. Hann er auðvelt að sækja, vinnueftirlitið er boðið og búið að hjálpa til, bæði formlega með námskeiðahaldi, óformlega við upplýsingum. Viðurkenndir þjónustuaðilar í vinnuvernd eru viðurkenndir til að kunna að gera áhættumat og það list yfir þá inn á heimasíðu vinnueftirlitsins, meðal annars verkfræði stofur. Fiskvinnslan á að leita til þessara aðila. Nú öryggismál og gott vinnuumhverfi tengjast góðum rekstri. Þetta er gífurlegt ímyndamál að við séum vinnustaður þar sem fólk slasast ekki, komi heilt heim. Og auðvitað eru starfsmenn sem að líður vel og eru öryggir. Það eru starfsmenn sem að skila góðri vinnu. Það er það sem þetta gengur allt út á. Meira ætlaði ég ekki að segja. Og bara eins og meðan leið, þá ætla ég að bjóða fólki að spyrja hann Guðmund ef þið hafið einhverjar spurningar eða athugasemdir. En ég sé þið eru öll svo rólega á svipinn, þannig við höldum bara áfram. Kannski veit Já, endilega. langar aðeins þess að við vitum að hluta þessu slys sem hefur orðið hjá ungum starfsmönnum sem hafa verið yngri en 18 ára. Og mér langar eiginlega bara að vekja athygli á því að það var ekki að koma inn á það beint í þessum fyrstu uppbyggingastum sem að ég þakkar þess fyrir mjög finnur og var á góðum ástæðu. En ég vekja sérstaklega athygli á þessu ungu starfsmönnum. Þeir eiga ekki að vinna við hættulega vélar eða tæki yngri en 18 ára. Það er bara skýrt og klárt. Svo það sé öllum ljóst. Saman, takk fyrir þetta. En næst þá, þegar við vorum að fara yfir svona hvaða fyrirlestra við vildum fá til að vera með okkur hérna, þá vorum við að fara yfir fyrirmyndaleiðtoga og þeir eru margir í fiskvinnslunni. En við vildum líka horfa til annarra greina og komist að því að hún Sigrún Helgadóttir hjá Norðuráli hefur bara mjög góða sögu að segja þeim góðu hlutum sem þar hefur verið unnið að. Og því næst langar mig að kalla hana upp á svið og hún ætlar að fjalla hvernig má byggja upp jákvæðni á vinnustöðum og setja það inn í hvatakerfi. Sigrún. Takk fyrir þetta, Karin. Ég er nú ekki ein hérna í dag. Með mér er Trausti Gylfason sem er öryggisstjóri Norðuráls. Trausti hefur verið hjá Norðuráli frá upphafi og hefur
mikla reynslu og þekkingu á öryggismálum. Sjálf hef ég verið hjá Norðuráli síðan 2012 og er viðskiptafræðingur að mennt og hafði starfað í fjármálageiranum áður en ég kom til Norðuráls. Þetta nú við. Sjá hvort ég kemst á þessu. Nei. Svona. En ég vil sem sagt byrja á því að þakka fyrir það að við fáum þetta boð að koma hérna í dag og segja ykkur aðeins frá Norðuráli og frá því sem við erum að gera og deila með ykkur okkar reynslu. Eins og við erum náttúrulega framleiðslufyrirtæki og líkt og fiskvinnslan að þá horfum við mikið til framleiðslu mælikvarða eins og til dæmis kostnaður per tonn og svo framvegis. En það er ekki allt. Við erum með bónuskerfi líka þar sem við horfum til 3 þátta. Fyrsti þátturinn tekur á öryggi, annar á umhverfi og svo sá þriðji á rekstri. Og allt eru þetta þættir sem ætlast til að auka framleiðni og auka framleiðslu. En eru kannski mishefðbundnir ef svo má orðið komast. Og það sem okkur langar að segja ykkur frá hér í dag er hvernig við nálgast öryggisþáttinn og tengt mælikvarða, tengt á honum við dagleg störf. En fyrst aðeins Norðurál. Norðurál var stofnað 1997 og ég ætlaði nú svo sem ekkert að fara í gegnum þessa punkta hérna lið fyrir lið. En það sem þetta sýnir er saga mikils vaxtar og fjölgunar starfsfólks. Og eins og þessar myndir sýna hérna, þá krefst framleiðsla af þessu tagi bara, það er heilmikið pláss undir hana. Og á árinu 2014 þá framleiddi Norðurál tæp 300.000 tonn af áli á Grundartanga. Og það er gaman að segja frá því að við erum að gera upp núna árið 2015 og hérna á árinu 2015 þá framleiddum við meira en 300.000 tonn. Og nýlega var gefið út nýtt starfsleyfi fyrir alltaf 350.000 tonna framleiðslu á Grundartanga. Og við erum að auka framleiðsluna ekki með því að fjölga kerunum sem við framleiðum álið í, heldur með því að framleiða meira í hverju keri fyrir sig. Og þetta, til þess að framleiða þessi 300.000 tonn, þetta er orkufrek framleiðsla, þá þurfum við heilmikið rafmagn. Og Norðurál notaði til þess að framleiða þessi 300.000 tonn það bil fjórðung af öllu rafmagni sem er unnið á Íslandi. Og útflutningsverðmæti afurða eða sem sagt framleiðslunnar var 90 milljarðar króna. Við styrkjum mörg samfélagsverkefni, flest á Vesturlandi. Þannig er Norðurál aðal stuðningsaðili knattspyrnufélags IA. Og ég leyfi mér að geta með þess til að ykkur hér hafi heimsótt Norðurálsmótið með ungum efnilegum fótboltaköppum. Aðeins starfsfólki okkar, við erum sem sagt það bil 600 starfsmenn á Grundartanga. Stærsti hópurinn eru almennir starfsmenn í framleiðslu. Það starfa hjá okkur það bil 100 iðnaðarmenn. Nú svo eru stjórnendur og sérfræðingar og ýmis þjónustustörf. Í kringum álverið, sem sagt fyrir utan þessi beinu störf, starfa margir og það hefur verið svona slegið á það að afleidd störf í kringum álverið séu það bil 1000. Þannig er Norðurál til dæmis eitt stærsti útflytjandi í gámum á Íslandi. Og það passar ágætlega því við erum að flytjum allt í þurrgámum. Þannig að það passar ágætlega við fiskvinnslu og útflutning á fiski. Það bil 75% af okkar starfsfólki það kemur norðan Hvalfjarðarganga. Restin frá höfuðborgarsvæðinu. Við erum með vottagæðastjórnunarkerfi samkvæmt alþjóðlega ISO 9001 staðlinum og umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækisins eru
líka vottuð samkvæmt ISO 14001 og OSAS 18001 staðlum. Og eins og ég sagði ykkur í upphafi að þá hefur verið mikill vöxtur í fyrirtækinu en svona síðustu árin höfum við líka einbeitt okkur mjög að innviðunum að því að fá þessi stjórnkerfi vottuð og svona auka áreiðanleikann. En þá að málinu, öryggismálunum. Hjá Norðuráli eru öryggismál í forgangi og mér langar kannski að segja það að það ekki vegna þess að Norðurál sé hættulegu vinnustaður. En við erum náttúrulega að vinna með bráðimál. Við erum að vinna í hæð, við erum að vinna með stór tæki, það eru gríðarlega mikið af lyfturum og faratækjum, gangandi vegfarendum. Þannig að það mjög mikilvægt að við höldum vöku okkar og pössum það og tryggjum að við séum að vinna öll störf á öruggan hátt. Og eins og ég sagði áðan að þá náttúrulega stjórnkerfið okkar vottað, við erum með vottað stjórnkerfi í öryggismálum og það setur auðvitað svona ákveðin ramma utan það hvernig við stýrum öryggismálum, hvernig við notum áhættugreiningar, við rótagreinum og hvernig við svona með skráum öll tilvik og rannsökum og við svona með stöðugum umbótum reynum sífellt að bæta árangur okkar í öryggismálum. En það nú einu sinni þannig að öryggi snýst mikið hugafar hvers og eins. Og ég heyrði alveg hvað Guðmundur sagði á hann, en það nú samt líka þannig að það getur enginn tekið ábyrgð á mínu öryggi nema ég sjálf. Og það mjög mikilvægt að allir starfsmenn taki þátt í umræðum öryggi. Þannig að það mikilvægt að maður skilji hvers vegna mikilvægt að maður vinni störfin á öryggan hátt og fari eftir reglum. Og þar þjálfun starfsmanna, þetta grunnur á góðum árangri, og eins og fram hefur komið að þá eru góðar fyrirmyndir algjört lykilatriði. Því eftir hausnum dansa limirnir, eftir höfðum dansa limirnir. Og það líka bara mjög mikilvægt að við öll sem störfum í framleiðslu, líkt og bara í öllum öðrum störfum, þá verðum við að trúa því. Við verðum að trúa því að það sé hægt að vinna öll störf á öruggan hátt. Og að við getum komið í veg fyrir slys og frávik. Að því þetta snýst auðvitað það að við komum öll heim að loknu vinnudegi. Til þess að hjálpa okkur að vera stöðugt að bæta árangur okkar í öryggismálum, þá hefur við innleitt kerfi sem við köllum örugt atferli. Þetta kerfi sem byggir á atferlisfræði og kallast á ensku behavior-based safety og við hófum innleiðingu á þessu kerfi 2011 og það í dag þetta örugga atferli þáttur að daglegum störfum allra starfsmanna hjá Norðuráli og kerfið að mestu rekið af starfsmönnum í framleiðslu. Það eru þeir sem reka kerfið. Og það sem þetta kerfi gengur út á að hver vinnuhópur eða hvert svæði velur sér atriði sem að hópurinn telur að skipti máli til þess að geta unnið störfin á öruggan hátt. Og hjá okkur og eins og í fiskvinnslu líka þá krefjast flest störf ykkura til dæmis persónuhlífa, eins og hanska eða öryggisgleraugu eða eitthvað svoleiðis. Og segjum svo hópurinn velji atriðið að nota öryggisgleraugu. Þá öllum hópnum sagt frá því að það sé búið að velja þetta atriði og hópurinn gerir svo mælingar á því hvað margir nota öryggisgleraugu. Og niðurstöðurnar af þessum mælingum, þær eru færðar inn á línurit sem hangir á vinnusvæði þar sem að hópurinn starfar og eru rýnt á og skoðað á hverjum einasta degi. Og fræðin segir okkur að þegar hafa liðið 21 dagur án frávika, þá sé öruggri venju náð. Og það hefur tekið hópana hjá okkur allt frá 21 degi upp í 18 mánuði að ná þessu 21 dags marki án frávika, sem segir okkur að við erum að breyta venju. Við erum að breyta hegðun. Og til dæmis eitt atriði sem hefur tekið einna lengsta tíma, að 11 mánuðir að mig minnir, það var
sem sagt rétt notkun og frágangur hnífa í mötuneyti. Það tók 11 mánuði að ná 21 degi án frávika. En þegar svo þessu 21 dags markmiði náð án frávika, þá kemur hópurinn saman, fagnar, við köllum það sem sagt, sest saman, menn baka vöfflur, borða vöfflur, fá sér köku eða harfisk, að það allur gangur á því. Aðalatriðið að fólk komi saman, hópurinn komi saman og fagni árangrunum. Og mjög margir hópar nota tækifærið þegar verið að fagna árangri að tala hvaða atriði þeir ætla að taka fyrir næst. Það sýnir ykkur bara nokkuð dæmi hvernig það líta út þessar mælingar. Hér hópur hjá okkur sem að horfa á notkun á tilteknum persónulífum, eins og ég nefndi áðan. Og eins og þið sjáið þá þetta allur gangur á þessu. Hér annað dæmi og einfaldleikinn oft bestur og það nú flestir hóparnir hjá okkur sem bara handfæra inn á línurit. Og fleiri dæmi. En hvernig tengist þetta þá mælikvörðum okkar í öryggismálum og bónuskerfin okkar? Eins og ég nefndi í upphafi, þá erum við með þríþætt bónuskerfi. Einn þáttur byggir á öryggi, einn á umhverfi og svo þriði á rekstri. Og það sem þetta kerfi gerir, það að deila árangri með starfsmönnum, þá sem sagt í öryggismálum, í umhverfismálum og svo í rekstrinum sem eru kannski meira þessi hefðbundnu mælikvarða sem þegar við tölum framleiðslumælikvarða. Þannig deila eigendur með starfsmönnum bæði þá beinum fjárhagslegum ávinningi og eins líka óbeinum ávinningi eins og í formi betra vinnuumhverfis og öruggari vinnustaðar. Þessi mælikvarða sem við notum, þeir eru þá útfærðir og valdir sem sagt í samvinnu milli fulltrúa starfsmanna og stjórnanda á hverjum tíma. Og þeir geta verið breytilegir en þetta eru sem sagt þá einhverju mælikvarðar sem allir eru sammála að skipti máli fyrir rekstur. Og þetta einhverju mælikvarðar sem hægt að hafa áhrif og sem fólk getur haft áhrif á. Og árangurinn metinn á sem sagt grundvelli úttekta og mælinga sem aftur eru útfærðar og framkvæmdar af fulltrúum starfsmanna og stjórnenda hverju sinni. Og það þannig að flest allar þessar úttektir eru framkvæmdar af starfsmönnum sjálfum, starfsmönnum fyrst og fremst í framleiðslunni. Og það kannski lykilatriði þegar maður vera að byggja upp svona kerfi, að hafa í huga að kerfi verður að skapa einhvern ávinning. Það verður að vera einhver ávinningur sem hægt að deila. Af því það alltaf gildra að þegar þú býr til eitthvað svona kerfi að þau kannski bara frekar auki kostnað eða einhverja umsýslu og svo framvegis. En það lykilatriði að það okkar reynsla að þetta kerfi, það býr til ávinning. Þá ætla ég aðeins að segja ykkur frá uppbygginguna á kerfinu, en það þannig árangurstengt laun geta numið alltaf 10% hjá okkur og þar af þáttur öryggismála ef ekkert þannig 3,5%. Við horfum mjög mikið til umgengni og húshalds. Því það nú einu sinni þannig að húshald, einfaldir hlutir eins og húshald segja mjög mikið til ástand öryggismála. Og við sem sagt þá leggjum mjög mikið og 2% af þessu kerfi okkar gengur út á húshald og umgengni. Og þannig förum við og svona cirka einu sinni í viku og tökum út ákveðin svæði. Við tökum út umgengni í farartækjunum og svo framvegis. Og þetta í raun og veru að maður hugsar þetta, þá það ef maður kemur inn á eitthvað stað eða inn á eitthvað svæði, þar sem allt í drasli og óreiðu og svoleiðis, þá á maður einhvern veginn erfitt með að trúa því að allt annað sé bara í stakasta lagi.
Og það kannski ekki tilviljun til dæmis að tryggingafélög líta mjög til húshalds þegar þau sem sagt eru í úttektum og eru að líta mjög til húshalds. Og húshald eitthvað sem að öll framleiðslufyrirtæki og við öll getum í raun og verulega unnið með á mikils tilkostnaðar. Svo erum við þá með sem sagt, þetta sem ég nefndi, mælikvarða sem eru sem sagt, tengdir þessu örugga atferli sem ég sagði ykkur frá áðan og það snýr þá að við erum að mæla hvað sem sagt, virkni kerfisins. Við erum að mæla hvort að línuritin eru uppfærð og hvort að menn eru með atriði í skoðun og svo framvegis og þannig að í þessum öryggismálum þá reynum við að mæla aðgerðir sem sagt, geta komið í veg fyrir frávik og slys. Við horfum mjög til þess. Nú svo erum við þá með þarna aðra mælikvarða í umhverfismálum og rekstrarþáttum. Ég ætlaði nú svo sem ekkert að fara alveg nákvæmlega inn á það en þetta allavega þá okkur þættir sem skipta máli í okkar rekstri og allir eru sammála En mér langar þó að vekja athygli þetta sem heitir framleiðsla deildar sem við köllum deildarbónus. Þetta þá sá hluti af þessu kerfi sem tengdur ykkur svæði eða hóp. Allir hinir þættirnir eru eins fyrir alla. Og í þessum hluta í þessum deildarbónus að þar líka sem sagt 1% af honum líka tengdur umgengni og öryggi á viðkomandi svæði. Ég ætlaði svona lokum aðeins að tala þessa endurgjöf en það gríðarlega mikilvægt að veita tíða og góða endurgjöf til þess að virkja svona kerfi. Og við notum köllum þetta hitamæla sem við birtum vikulega og sýna þá stöðu á mismunandi mælikvörðum og þá oft sem sagt, koma eitthvað komment frá viðkomandi sem sagt, til starfsmanna hvað má gera betur eða eru tækifæri til úrbóta og ef að vel gengur þá náttúrulega bara einfaldlega rósa fyrir það og fólk hvatt til að halda áfram á sömu braut. Og við höfum hjá Norðuráli mjög mikla trú á sýnilegri stjórnum og þannig að við notum töflur mjög mikið og þær sem sagt í raun og veru við notum þær til að koma upplýsingum á framfæri og flestir hópar hjá okkur þeir byrja vaktina eða vinnudaginn á því að koma saman við svona töflu og fara yfir alltaf farið yfir öryggismál, ykkur ákveðna mælikvarða eða eitthvað sem að tengist, það geta verið upplýsingar á milli vakta og svo framvegis. Og þetta bara svona, ég langar að sýna eitthvað bara dæmi svona töflur. Hér hanga til dæmis þessir hitamælar. Það fleiri dæmi þetta tafla frá einu verkstæðinu okkar og hér eru hitamælarnir og sjáum þið línuritin þar sem eru mælingar í öruggu atferli. Og hér þá annað svæði þar sem er búið að hengja upp niðurstöður úttekta á þessum deildarbónus sem ég nefndi. Og þetta eru uppfært eftir hverju einustu úttekt og hangir bara inn á vinnusvæði hjá viðkomandi hóp. Nú eins og mörg fyrirtæki þá höfum við sett ákveðin svona ramma í kringum reksturinn okkar með því að skilgreina hlutverk, framtíðarsýn og gildi. Og við teljum að með því að samþætta svona dagleg störf með bónuskerfinu þá hjálpi það okkur að starfa innan þessa ramma öllum til hagsbóta. Takk fyrir. Hafið einhverjar spurningar sem þið viljið koma til Sigrúnar? En ég veit sko að Grindvíkingarnir í salnum, þeir eru búin að hafa samband við mig og segjast vera svangir. Já.
En ég ætlaði ekki alveg að hleypa ykkur strax í mat. Það einn fyrirlestur á dagskrá áður og það hún Fjóla Guðjónsdóttir frá Sjóvá, hún sérfræðingur í forvörnum. Hún ætlar að ræða rétt aðeins við ykkur og svo geta Grindvíkingar og fleira gott fólk rokið fram, en ég býst við ykkur öllum svo aftur eftir sannig. Fjóla. Já, þið verða að hafa smá biðlund fram á mat. En ég vil eins og aðrir að sjálfsögðu bara hrósa aðstandendum ráðstefnunnar fyrir þetta frábæra framtak. Og finnst þetta alveg til fyrirmyndar. Við höfum lengi unnið með alls konar fyrirtækjum og þar með í fiskvinnslunni og sjávarútveginum og fagnar því að fá að gera það áfram og fúst til samstarfs. En árið 1990 og hraðfrystihúsið Eskifjarðar, H20 eða Eskju, þarna breytt í listaverk. Þarna eyddi ég sumurum sem unglingur. Þannig að mér finnst þetta málefni bara stendur mér mjög nær og bara mikil ánægja að fá að vera hérna í dag. Við hefum náttúrulega okkar hlutverk bara sem tryggingafélag náttúrulega meðal annars að greiða peninga, greiða bætur þegar eitthvað gerist. En það náttúrulega bara þannig að þegar einhver slasast, þá einhver peningar sem ná við þær þjáningar. Það bara svo staðreynd. Og Vinnueftirlitið hefur bent á að það yngra starfsfólk sem meira útsett fyrir líklega til að lenda í slysum og það bara ömurlegt til þess að vita að ungt fólk sem á lífið framundan skuli vera að vinna á stað þar sem það ekki að tryggja öryggi þess. Og við þurfum að breyta því. Þetta mikill ávinningur í því að breyta því. Snúa þessari þróun við. Það eru kannski slæmu fréttirnar að okkar reynsla svo að það engin töfralausn til. Það engin ein leið betri en önnur. Það engin ein aðferð sem bara aðferðin. Og þetta segir bara vegna þess að fyrirtæki eru bara stór og lítil og þau eru misjöfn og kúltúrin misjöfn og það búið að reyna eitthvað áður og ekki og sumt virkar og annað ekki. Þannig að allir verða í rauninni svolítið að prófa sig áfram og bara finna sína leið. Og ekki síst, nýta tengslanetti hérna inni. Hvað virkar ekki? Kannski virkar eitt fyrir þennan og hitt fyrir næsta. Endilega verið duglega að tala saman hér á eftir og bara í framhaldinu og skiptast á skoðunum það. Hvet ekki til þess. En það skiptir líka máli að þó við höfum verið að horfa hérna á vélasali og staðina sem á þessum alvarlegustu slysin verða, að horfa hreinlega á heildarmyndina, horfa á fyrirtæki í heild sinni. Vegna þess að auðvitað það þannig að við þurfum að fá yfirsýn yfir það sem að gerast. Og þó okkur sé náttúrulega eðlislægar eins og ég segja að horfa á hættulegu staðina, þá verðum við líka að horfa á viðhald á búnaði, tjón, skemmt tæki eða búnaðar eitthvað þess að sem við erum að nota, því það getur orsakað slys. Við erum að koma því í gott ferli. Það sé reglubundin yfirferð á því og það sé skoða reglulega. Við erum líka að horfa á bara stóru og litlu hlutina. Getur starfsfólk slasast bara því að labba frá bílnum sinum inn í vinnuhúsi. Bara þann stað, kaffistofana, búningsherbergi, vélaverkstæðið, allt þetta. Þannig að gleymum okkur ekki í vélavinnslusalnum, horfum á allt. Og verum duglega að skrá hlutina, skrá niður það sem að gerast. Og tökum því bara alvarlega þegar eitthvað gerist næstum því. Vinnum virkilega með þau atvik líka. Því það fyrirbúin. Já, vissulega erum við að tala fiskvinnslufyrirtæki, en þetta jú vélaverkstæði fiskvinnslufyrirtækis og þeir opnuðu aðeins augun hjá sér og horfðu í kringum sig, þetta sem svona fyrir og eftirmynd. Og auðvitað það þannig að það ekki opnað gryfjur inn í miðju vinnslusal, en ég hef komið á marga staði þar sem það rennur og það niðurföll og það vantar grindina yfir og þess aftar. Stundum þarf þetta að vera opið því að vera að hreinsa eða eitthvað svoleiðis, en það má kannski auðkenna hlutina og hugsa þetta út frá öðrum forsendum. Horfum líka bara hvað önnur fyrirtæki að gera, notum líka lausnirnar þeirra.
Í haust gerum við könnun á því hversu margir að tala í símann og gera bílinn sinn. Þess vegna vil ég bara segja við ykkur, höfum það bara alltaf í huga þegar öll á botninn hvolft að fólk mannlegt og við erum það öll. Og við gerum bara hluti sem við vitum að við eigum ekki að gera, ekki satt. Sem við erum bara í athugunarleysi að gera. Í nýlega gerði til dæmis Samgöngustofa könnun á öryggismálum sjómanna. Eitt af þeim sem höfðu slasast út á sjó, eitt af því sem þeir nefndu var til dæmis bara athugunarleysi. Athugunarleysi. Hlutir sem við vitum, en samt gerum við þetta. Skiptum okkur bara að því þegar við sjáum einhvern að gera eitthvað sem hann á kannski ekki að gera. Höfum bara skoðun að því, tölum saman þetta og hreinlega göngum í verkið ef við höldum að sé hægt að bæta úr einhvers staðar annars staðar. Bíðum ekki eftir því að næsti maður gera. Tökum svolítið frumkvæði þar. En það þarf náttúrulega að skapa umhverfi, það sem hægt það sem bara búið að segja, hér á þessu vinnustað talað öryggismál. Hér bara öryggismálin í hávegum höfð, ekki satt. Það þarf aðeins að segja þetta upphátt. Þetta gerist ekki að sjálfum sér. Og það bara stjórnandar svolítið að taka boltan þar og gera það. Og skapa umræður líka sem bara leyfa umræður sem það sé hægt að tala öryggismálin. Þau sé ekki tabú. Já, stundum það bara þannig að þessi umræða, okkur finnst hún ekki alltaf fagleg eða uppbyggjandi. En höfum það hugfast að úr allri umræðu þá kemur eitthvað samtal, það kemur eitthvað samkennd, eitthvað sameiginlegur skilningur af því hvað rétt og hvað rangt og hvert við viljum fara. Og þess vegna svo gott að verður að búa til þetta umhverfi. Og það bara ykkar að hjálpa til með það. Og síðan það náttúrulega skuldbindingin að vera til staðar. Þetta ekkert verkefni sem leysist bara á hálftíma. Og þessi skuldbinding hún þarf að vera ávallt til staðar, ekki bara stundum. Ekki bara á heimasíðunni, ekki bara í öryggishandbókinni og ekki í afskýrslunni, heldur virkilega til staðar. Og stjórnandi geta, og við bara almennt getum líka haft svolítið áhrif á bara þá fræðslu sem virkilega í atvinnugreininni og fyrirkomulag hennar. Spyrja þeirra spurningar reglulega. Virkilega fræðslan eins og hún núna til þessa starfshóps, hún í takt við tímann? Þarf að breyta henni? Þarf að varpa einhverju nýjum spurningum? Hún á réttum stöðum og svo framvegis? Gerum okkur gildandi þar. Setjum okkur markmið og stöndum við þau. Verkstjórar hafa alveg gríðarlega mikla ábyrgð og hlutverk. Þeirra að gefa skýra leiðbeiningar verk. Hvernig á að vinna hlutina? Það getur skipt miklu máli. Og sumstaðar alltaf bara þannig að það ekkert öryggisstjóri, það ekkert einn maður sem ber ábyrgð á öllum öryggismálum í fyrirtækjunum. Við vitum þetta alveg, þannig það bara. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að verkstjórar og þeir sem þar í þeirri línu, þeir sinni sínu hlutverki. Þeir gefi skýr fyrirmæli það, hvernig á að vinna hlutina rétt og hvar og hvernig á að gera. Og nota þessi tæki og tól sem við höfum, áhættugreininguna. Frábært og einfalt verkfæri, aðgengilegt. Notum þetta. Og ef við höfum ekki þekkingu til að gera það sjálf, fáum það aðra til að gera. Vinnum úrbóta áætlun og fylgjum henni eftir. Höfum þetta niður skráð hvað við ætlum að gera. Höfum við líka í huga að fræðsla símenntun. Og starfsmaður sem hefur kannski unnið í einhverja mánuði, jafnvel á 1 ár hjá fyrirtækinu og á síðan að fara að gera eitthvað annað. Það bara ekki, við skulum bara ekki ganga út frá því að hann viti hvernig hann á að vinna það verk. Þá hann hafi verið hérna í fyrirtækinu í nokkra mánuði. Gangum ekki út frá því, tökum það ekki sem gefið. Heldur virkilega tökum fræðsluna þar. Hvers skipti sem eitthvað breytist, þó sikir vinnslulínan eða breytingar á störfum eða eitthvað þess háttar. Það ekki hægt að tikka í fræðslubóksi bara einu sinni og þá það búið. Síðan höfum við aðeins rætt hérna persónulífarnar. Og já, ég hef komið inn í fyrirtækið þar sem fiskvinnslufyrirtækið þar sem viðkomandi var í kroppskóm. Þessu má ekki gleyma, þetta gríðarlega mikilvægt atriði. Langar að taka bara lítið dæmi, raunverulegt dæmi. Það sem starfsmaður var að vinna við þrif, fiskvinnsluvél. Hanskinn fyrir inn í vélina,
alvarlegt slys fingri. Þegar betur að gáða þá nær hlýf vélarinn ekki alveg niður. Og svona fer hann, kemst hann inn með hendina. Tannhjóli var í gangi og engin neyðarstöðunar búnaður. Það sem hann var að vinna, þeim megin. Spurjum okkur, hvað hefur verið hægt að gera öðruvísi? Auðvitað alltaf hægt að spyrja svoleiðis. En vélinn hafði verið svona mjög lengi og það elstu menn muna. Viðkomandi hafði verið kennt að þrífa þegar þetta var í gangi. Hann hafði verið sagt að gera þetta nákvæmlega svona eins og hann gerði þetta. Það var ekki vitnaslýsinu, vinnueftirlitið var aldrei kallað til og skoðan leiddi í ljós að nákvæmlega eins vélar, sömu tegundar, voru öðru sér útbúnar. Einhver hefði breytt, einhver hefði í millitíðinni. Gleymið því ekki, ef við verðum alveg gríðarlega samdauna umhverfinu og við hættum að sjá svona hluti. Það er svo gott líka bara að fá utanaðkomandi aðila. Þetta gerum við reglulega til dæmis að sjófa. Við förum inn í fyrirtæki og erum bara að skoða og bara gefum upplýsingar um það hvað getur gert betur. Við erum ófeimin um það. Síðan langar maður aðeins bara að segja hérna, þessar upplýsingar, bara ef það slys og tjón og næstu því atvikin. Þetta náttúrulega hlutir sem við getum notað í tvennu skilningi. Í fyrsta lagi þá að skrá niður, bara til þess að eiga upplýsingarnar gögnin. Eiga upplýsingarnar, ef eitthvað gerist. Hvað gerðist, tala við viðkomandi eða tala við vitni eða var ekki vitni, taka ljósmyndir og svo framvegis. Og í öðru lagi, þá getum við notað allt sem gerist og næstu því gerist til þess að læra af því. Ekki satt. Síðast en ekki síst sko, þá skiptir máli að virka starfsfólkið. Nýta mannauðinn. Þetta er ju fólki sem að veit alveg hvað að tala um. Það er nú bara þannig. Og mér langar bara að segja vegna svo oft, því ég nefni líka fræðsluna, að oft heyri ég þetta, það er bara engin tími að vera að standa í þessari fræðslu það er að vinna aflan og má ekki draða þessu. En eitt fyrirtæki til dæmis, og við hugsum nú aðeins hvernig aðri gerðu, þau keyra starfsfólki stutta leið með rútu til vinnu, safnaði saman á einu stað síðan keyrt að vinnusvæðinu. Og í bara rútunni, þar er bara farið yfir málið. Þar er tekið fyrir einhver ákveðin atvik sem gerðust þarna. Og bara farið svona að nota þann tími til að fara. 10 mínútur, korter, það er ekki eins og að vera svo mikið. En þetta næst umræðan eitthvað sem menn vilja koma á framfæri. Með því meina ég bara, við verum óhrætt við að hugsa þetta aðeins út fyrir boxi og reyna að finna lausnirnar. Það þarf ekki alltaf að vera fundum öllu starfsfólkinu í kaffisal, ekki satt. Við getum alveg gert líka eitthvað annað. Það kostar lítið en tíma á fyrirhöfn. Bara okkur dettur það í hug. Ok, þetta er staðreyndin. Þetta er það sem að vinnueftirlitið hefur búin að vera að benda á. Og vissulega er þarna 2015 aðeins niður á við, en það eru óábyrgar tölur og væntanlega á eitthvað eftir að bætast við, en ég ætla nú bara að fara í pollíunina og ákveða það að umræðan á síðasta ári hafi kannski orðið til þess að verða einhver fækkun og slysum. Við sjáum svo bara til. En í upphafi var spurt hvað þarf til. Og það er sjálfsögðu ekkert eitt svar við því. En að minnstakosti veit ég að öryggismál geta aldrei verið neitt átak. Jú, það er allt í lagi að blása í lúðra og segja, nú leggjum við í hann. Það er núna sem við ætlum að leggja í hann. En það er ekki þar með sagt að það sé hægt að klára það þannig. Þetta er bara langhlaup, gott ef ekki sílhlaup, ef það er það orð. Og slys eru ekki náttúrulögmál. Svo ótrúlega mörg slys sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir. Þetta vitum við. Við hafa það hugfast. Og hugafarið. Og bara hvaða viðhorf gildir inn í fyrirtækinu. Þú finnur það svo fljótt. Hvort það er opið fyrir þennan farveg. Hvort það virkilega menn er að hugsa öryggismáli. Þetta þarf að vera í lagi. Og þetta er svolítið meðvituð ákvörðun sem þarf að taka. Finni leiðina bara sem hentar ykkur. Og nýti reynsluna frá öðrum. Endilega. Við erum óhræddir að spyrja hvert svo sem það er. Hvaða geira svo sem það er. Það getur alveg verið bílaverkstæði badda þess vegna. Og öryggismálin er að sjálfsögðu samvinna. Það er ekkert einn maður sem dregur vagninni í þessu málu. Það gengur aldrei upp. Aldrei. Og stjórnendur verða að hafa
Þeir verða að hafa þor til þess að segja þetta, þor til að leggja af stað og þeir verða að hafa þor til að setja fjármagn og tíma í þessi mál. Það er bara þannig. Síðan segi ykkur bara, setja ykkur markmið og standi við þau. Það skiptir líka máli. Takk fyrir mig. Einhverjar spurningar til Fjólu? Þá ætla ég að hleypa ykkur í mat. Hrannar frá Þorbirni, vilt þú vera fyrstur? Og þá bara klöppum við aftur fyrir þessum góðu fyrirlesturum. Takk. Í þágu matvælaöryggis ég beðinn að hvetja fólk til að fara fram og fá sér að borða og ná í matinn þar. Maturinn frammi og til þess að ef maður ætlar að ná í matinn þá að fara þangað og afla matar. Það að sækja á miðin. Það ekki hægt að ná í matinn ef menn sitja, þeir fá ekki sem ná ekki. Þannig að það mun vera að sækja í matinn. Farið fram og ná í matinn.
Jæja, Jæja, gott fólk, nú klukkan orðin 1. Það þýðir ekki nema, hefur ekki nema einu örlög í för með sér á þessum fundi að þá þurfum við að halda áfram að sinna vinna okkar á verkefnum og hætta skipulögu fæðinámi sem náttúrulega mjög mikilvægt. svo létti og góði hádegisverður eftir jólum. Ég vona að við frískaði ykkur vel því við ætlum að halda áfram. En ég talaði fyrirmyndaleiðtoga í fiskvinnslum og ein af þeim góðu leiðtogum sem ég hef hitt, það er Guðrún Sighvatsdóttir hjá Fisk Seafood. Ég áttaði mig á því þegar ég heyrði einhvern tíðan tryggingafyrirtæki gera grín að Fisk Seafood að þeir hefðu verið reknir að setja á sig hjálma af sjómönnunum. Þá var ég nokkuð vissir að einhver árangur hefði náðst hjá fyrirtækinu. En Guðrún, hún skrifstofustjóri á Fisk og hefur unnið hjá fyrirtækinu hjá 1994 og hefur umsjón með fræðslu og öryggismálum. Og ég veit að gárungarnir segja alltaf að Skagfirðingar séu næst rognastir. Ég held að þeir vinni ekki Þingeyinga. En ég hef nú aldrei kynnst því samt í fari að minnsta kosti Guðrúnar. Og þó hún hafi góða sögu að segja, þá hún hógvær kona. En Guðrún, viltu vera svo góð að koma og segja okkur aðeins frá því sem þið hefði gert? Já, komið sæl, góðan daginn. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því hvernig við vinnum með okkar fólki hjá Fisk Seafood að öryggismálum. Og ég ætla kannski fyrst aðeins að segja ykkur frá fyrirtækinu. Það sem sagt Fisk Seafood eða forverið þess og sama félag í rauninni. Það stofnað 1955
og það alfarið í eigu Kaupfélags Skagfirðinga og við erum með 280 starfsmenn í vinnu. Nú starfsemin okkar skiptist í það að við erum með bolfiskvinnslu á Sauðárkróki, rækjuvinnslu í Grundarfirði, síðan erum við með 1 frystitogara og 1 ferskfisktogara, 3 ísfiskskip og síðan erum við með aðkomu að dótturfyrirtækjum, það er rækjuvinnslar á Hólmavík og síðan erum við með Hólalax og náttúrufiskirækt í Þorlákshöfn sem eru blækjendustöðvar og svo erum við með þróunar- og rannsóknarfyrirtæki sem heitir Iceprotein. Nú, árið 2009 þá hófum við svona öryggisátak sem í rauninni stendur enn, eins og kom hérna fram áðan, þá er þetta ekki gert í einu átaki, þetta er eiginlega eilífðarverkefni. Við hófum sem sagt svona markvisst vinnu að öryggismálum í samvinnu við VÍS og Slysavarnaskóla sjómanna. Og það sem kom fljótt í ljós er það að við tengdum öryggismálin gæðamálum og öryggisstefnan er hluti af gæðastjórnum. Öryggis- og gæðateymi eru í hverri deild hjá okkur, skipum og vinnslum og þau funda að minnsta kosti einu sinni í mánuði og senda frá sér fundagerðir. Þær fundagerðir berast til öryggis- og gæðaráðs sem er skipað æðstu stjórnendum og það fær allar fundagerðir til umfjöllunar og fer yfir og svarar málinu og sendir tilbaka á teymin. Það að tengja saman öryggis- og gæðamál tryggir miklu betri eftirfylgni og auk þess að þetta er í rauninni nátengt. Og sett öryggismarkmið eru notuð til þess sem mælanlega stjórntæki. Nú, þar sem að yfirskrift þessa erindis eru samskipti í fjölþjóðlegu umhverfi, þá kem ég til með að fjalla, bara einn hlutan af starfsemi okkar eða það er að segja bolfiskvinnsluna. Þar starfa 95 starfsmenn. Þar að veru 18 af erlendum uppruna frá að minnsta kosti 7 þjóðlöndum. Nú, við tökum á móti nýliðum og við höfum verið að afhenda þeim öryggisstefnu, umhverfis- og hreinlætisreglur og gæðastefnu á íslensku, ensku og pólsku og síðan fær hver og einn nýr starfsmaður svokallaðan þjálfa sem er starfsmaður sem að fylgir þér eftir fyrstu, svona kannski meðaltali 2-3 dagana, þangað til að þú ert búin að læra þau vinnubrögð sem er talið að þú þurfir að læra til þess að sinna þessu ákveðna starfi og síðan höfum við verið að tileinka okkur í auknum mæli að taka upp kennsluefni á vídeó, svona litla vídeómyndir sem kenna réttu handtökin, bæði sem varðar þá öryggismál og eins bara gæðamál og vinnslu á afurðunum. Nú, við erum með virkar atvikaskráningar og næstu því slysaskráningar og þar ber starfsmönnum að skrá öll óhöpp, stór og smá og þar til gera eyðaböð og láta verkstjóra vita þegar ef að slys verður eða óhapp ef þarft einhver aðstoð og út úr slíkum skráningum fáum við ýmsar niðurstöður sem við lesum úr og vinnum með. Einnig tókum við upp áhættumat og þar framkvæmar starfsfólkið áhættumat, skiptum starfsfólkinu niður í hópa og skiptum svæðinu niður í hópa og síðan róterum við á milli þegar við yfirfærum áhættumatið þannig að sama fólki lendi ekki alltaf í því að áhættumeta sama svæðið. Þannig að þú skiptir á milli kannski frá ári til árs, þannig að þú sért ekki alltaf að fara yfir sama svæðið. Út úr þessu áhættumati birtum við vinnum þetta svona og það er reynt að setja á þetta svona tillögur og úrbótum og gera einhvern ábyrgan fyrir því og það er síðan uppfært og farið yfir það og fundir lausnir á því sem mögulega hægt er. Nú, út úr þessum slysa og óhappaskráningum höfum við svolítið verið að horfa á það og það er svolítið svona verið talað það að það sé í fiskvinnslunni vikið af erlendur starfsfólki og eins að kannski nýliðar séu meiri hættu að slasast heldur en aðrir. Ég reyndi svolítið í þessar tölur hjá okkur og sjáum þarna að af 85 óhöppum sem skráð eru árið 2015 þá er einungis 9 af þeim óhöppum sem eru hjá fólki sem hafa innan við 2 mánuði. Þannig að það er ekkert endilega óvana fólki sem að slasa sig frekar heldur en þeir sem eru vanir. Það er eins að hjá okkur
á síðasta ári, þá var töluverð aukning í slysum, það var líka fjölgun starfsfólks 20 manns og auk þess sem við vorum með vinnu í sumari meira heldur en við höfum lokað yfir sumarið og styttri lokun núna, þannig að við tókum inn sumarauglýsingafólk, þannig að það var í rauninni hærri tala og fleira fólk, en samt sem áður tókst okkur að fækka fjarveruslysum á milli ára. En það er aukning í fyrstu hjálpar og minniháttarslýsunum sem eru stungur og hnífskurðir og þessi svona algengustu slys. En við erum ánægð með það að þrátt fyrir þessar fjölgun starfsfólks að þá hafði okkur tekist að fækka fjarveruslýsum. Nú, það er eins með erlenda starfsmenn, að 19% starfsmenn hjá okkur eru af erlendu þjóðernum, að miskusti 7 þjóðernum. Og þegar ég skoðaði þær tölur þá kemur í ljós að það eru ekki erlendu starfsmennir sem eru að slasa sig frekar og ekki nýliðarnir sem eru með hærri slysatíðni. Mér finnst þetta kannski svona svolítið gott að koma þessu inn í umræðina og kannski horfa á, já, þess að hjálpa til að greina þá kannski hvað liggur áhættan hjá okkur. Eins og ég sagði þá, þetta með erlendu starfsemina, ég fór svona að velta þessu fyrir mér af því maður heyrir oft sko þetta sagt að það er svo mikið á útlendingum, en ég held að það sé hluti til að þeir eru ekki að slasa kannski jafn mikið og hinir. Við Íslendingarnir er það að þeir eru vanir miklu meiri reglum og aga og þeir fara eftir reglum, miklu betur heldur en við Íslendingarnir held ég. Og sem dæmi þá var við með mann sem vann í nokkur ár hjá okkur frá Ástralíu og hann var á liftara hjá okkur og keyri liftara og hann hafði það reglu og hann flautaði alltaf ef hann fór fyrir horn eða út úr klefa eða inn úr klefa eða eitthvað staðar annað heldur en beina leið, tók beygju eða eitthvað, þá flautaði hann og að vakti svolítið athygli og svona aðhlátur á vinnustaðnum fyrir það og menn fóru að spyrja hann að því af hverju hann gerði þetta. Þá sagði hann þetta er bara reglur í Ástralíu, þú þarft að flauta. Og smá saman fóru nú menn að spá í það hvort það væri ekki bara skynsamlegt að allir gerðu þetta. En ég held að þarna sko, ég held að útlendingarnir séu svona vanari meiri aga og reglum heldur en kannski við. Þetta gæti verið svona hluti af skýringunni. En eins og ég sagði, við erum síðan að reyna auka það að nota myndefni sem að hjálpa þá til við tungumála örðuleika. Nú, reynslan segir okkur það að helstu áhætturnar sem við búum við eru þegar verður breyting á vinnuumhverfi, koma ný tæki, eitthvað breytist í vinnubrögðum og eins tímabundnar svona tarnir ef eitthvað verður, settir notna makrílinn sem er alveg ekta dæmi það þegar kemur svona pínu vertíðar stemming og allt fer á svona yfir hraða. Og þá aukast hætturnar mjög mikið. Nú, síðan er það spurning hvaða árangur hefur náðst. Okkur finnst við upplifa það að allir starfsmenn séu orðnir meðvitaðir öryggismál og stefnu okkar. Það er komin á ákveðin öryggismenning sem við erum að reyna að viðhalda og fólk telur orðið öryggismálin sjálfsögð eins og bara hreinlætismál og umgengnismál. Umgengni vinnustaði hefur batnað og við finnum að þetta hefur áhrif á samstarfsaðila eins og löndunargengi hjá okkur og þjónustaðila, vélaverkstað og fleiri. Þetta hefur svona smitað út í þá. Þetta er fjárhagslegan ávinning, ef við fækkum slysum þá það er klárlega fjárhagslegur ávinningur. Og þetta skilar sig líka út í samfélagið með beinum og óbeinum hætti eins og ég segi, út í aðra vinnustaði, út í umhverfi sem við erum í og við finnum alveg fyrir þeirri umræðu. Nú, niðurstaðan er kannski svo að þátttaka á stuðningu stjórnenda og starfsmanna er grundvallar forsenda árangurs. Og reynsla hjá okkur er að aukin samskipt og samstarf starfsmanna og stjórnenda hefur leitt til ýmissa úrbóta í öryggismálum og öðru sem betur má fara í rekstrinum. Hagsmunir starfsmanna og fyrirtækis fara algjörlega saman í þessum málum eins og í svo mörgu. Og reynslan sýnir að starfsmenn eru tilbúnir að vinna að þessum málum eða finna að stuðningur stjórnenda er virkilega fyrir hendi. Og það er kannski svona þetta sem ég vil koma á framfæri helst og svona í endan þá ætla ég að sýna ykkur brot af þessu örstutt brot, bara mínútu úr þessu af þessu myndefni sem við hefum tekið upp til að sýna fólkinu ef að tæknimálin eru í lagi. Nú næ ég ekki að jú, músin, og ég setja bara þetta.
Já. Þetta var það. Þetta væri sleði hérna niðri sem nú er þetta bara á stað. Þetta er sem ég segi bara örstutt brot úr bara til að sýna með hvað hætti við semst reynum að sýna þetta myndrænt að hvað er rétt vinnubrögð og röng. Þannig að og við vorum með svona endurmenntunar og upprýfunar fund hjá okkur á mánudaginn var þar sem við sýndum alveg 15 mínútna vídeó og það vakti mikla lukku og sérstaklega til útaldingum að fá þetta að sjá svona. Þannig sér fólk alveg greinilega muninn hvort að ef það hafi rétt vinnubrögð eða röng. Hvernig kemur niður á gæðunum fyrst og fremst og síðan er þetta eins og með öryggismálin að halda rétt á hníf, þann hnífi eða halda rangt á hnífi sem að margir byrja gjarnan á. Maður sér þetta alveg. Og þarna eru eitthvað sem er ekki rétt. Ég vona að þessi punktar geti verið eitthvað innlegg í þessa umræðu og þakka fyrir þessa góðu ráðstefnu og það sem hefur komið hérna fram. Takk. Halda henni Guðrúnu aðeins lengur ef að þú hefðu einhverja spurningar til hennar. Þegar þið eitthvað mjög áhugavert dóttók sem ég bara hjá manni. Ég var að velta fyrir þú nefndir það að það var ekki líklega þess að væri meiri hættu. Er það kannski þannig að þeir líklega sem þeir fari svona sjálfum, væri ekki mann gera það, svo þegar þeir náðum gamalt og útfélagurinn, þá veit maður hvað þetta er að gera. Já, það getur verið hluta til að því, en ég held að þetta sé allavega eitthvað sem við þurftum að kannski skoða og þetta vakti athygli mína þegar ég fór að fara yfir þetta. Þetta er nú ekki það stór hópur og maður getur alveg horft á þetta með hliðsjón af vinnureynslu og lengd í vinnu að þá er þetta alls ekki nýliðanir og ég held að, og mér sé, eins og ég nefndi í sumar þá fengum við upp svolítið að ungu fólki og þau beinlínis leituðu eftir því að láta kenna ef þeim fannst ekki þau kunna eitthvað sem þau ætti að gera og vildu láta kenna sér, en kannski eftir því sem við erum eldri og þykist vera klárari og búin að vera lengur, þá myndum við kannski ekki sækja okkur eða leita eftir því að fá kennslu á þetta. Þannig að við fannst þetta allavega athygli verið punktur. Það var oft erfiðara að breyta, eins og maður segir, gömlum hundi, eða ofta er verið að kenna gömlum hundi. Þannig ef það þarf að breyta einhverju umhverfin, þá eru kannski þeir sem yngri eru og móttækilegri fyrir því. Af þess að ég sé alveg sérfræðingur í þessu, en þetta kom svolítið skemmtilega á óvart. Fleiri spurningar? Þá sleppið þér bara einhverjum mynd. Já, takk. En eins og við vitum öll þá, og hefur komið fram í þessum erindum, þá er fiskvinnsla, það eru margar hættur þarna sem hefur verið að reyna að fyrirbyggja. Og þá er oft talað ábyrgðarhlutverk framleiðenda. Og hann Þorkell H. Halldórsson, verkfræðingur hjá Marel, hefur unnið við vöruþróun lengi. Hann ætlar aðeins að fara yfir þessi mál með okkur núna. Þorkell. Góðan dag, gott fólk. Gaman að sjá okkur allir hérna. Já, eins og hvernig orkar þetta alveg? Ok. Já, það sem ég ætla svona aðeins að það er ekki alveg að virka með mér. Sann. Sem sagt, ábyrgðarhlutverk framleiðenda, það er, hvað maður að segja? Það er kannski byrja á því að segja að ég gerir ráð fyrir að flestir viti hvað maður stendur fyrir og hvað við erum að gera. Við erum að framleiða tæki fyrir fiskvinnsluna meðal annars og matvæliðina almennt. Ég ætla aðeins svona að koma inn á hvaða kröfur er gerðar til að taka framleiðenda og hvernig við gerum þetta í Marel að tökast á við þær kröfur sem eru gerðar til okkar. Og
Svo bætti ég við líka hvað þið geti gert, komum að því svona kannski í restina. Sem sagt, við liggjum undir því að þurfa að CE votta öll tæki sem við framleiðum og það svona gerir ákveðna kröfu til okkar, það er svona lagaumhverfi sem við þurfum að uppfylla og þar er helsta og fyrsta að nefna vélatilskipunina sem eru lög og reglur sem við þurfum að fara eftir og þar er drepið á ýmis mál og og svona helstu það sem að snúa að þessum tækjum sem við erum að gera eru þessi 2 staðlar sem eru nefndir hérna. Það er að segja almennt öryggi véla og áhættumat á vélum og síðan er það kannski hinn þátturinn sem að við þurfum að taka mikið tillit til, það er þrifavænleiki tækjanna og þar er staðall sem er sem við höfum farið eftir, það er eiginlega sama lög og reglur og sem er svona ítratífu prósess raunverulega sem er farið fram á að maður þarf að endurmeta, maður gerir hönnun og það þarf að skoða hönnunina sem sagt á því frumstigi sem hún er, teikningum eða hugmyndastigi eða einhverju skissum eða einhvers konar svona hugmyndavinnu og síðan fer það í næsta skref og það er búið til einhver prototýpa eða eitthvað svoleiðis og síðan fer þetta aftur í einhvers konar ferli skoðun og mat og síðan er sem sagt einhvern tæki framleitt og það fer þá í einhvers konar loka úttekt hjá okkur. Og það eru þá þessi 2 staðlar og síðan nýtum við okkur líka þetta sem heitir EHEADS sem stendur fyrir, eins og þetta stendur European Hygiene Engineering and Design Group. Það er svona evrópsk sjálfseignar-samtök sem eru í því að búa til svona eins konar leikreglur eða hjálparefni til þess að menn geti betur fóta sig í þessu umhverfi að búa til þrifavænleg tæki. Og það má kannski segja aðeins að þetta sé svona aðeins smá slagsmál á milli þessar 2 staðla, þannig öryggismálin og þrifavænleikann. Því að það eru svona kannski ólík sjónarmið sem að ráða. En svona aðeins til að sýna ykkur bara sem dæmi er staðall sem eru kópíur af nokkrum myndum úr og sem sýna svona aðgengi að hættum, hvaða takmarkanir eru á því að aðgengi og þá verður einhver starf af einhverjum opum sem getur komið höndum, fótum, haus eða hverju sem er á líkanum inn í og og eftir því sem að aðgengið að þessum hættum er meira þá er, frá þessum opum sem eru þá þarf fjarlægðin að vera meiri, svona mjög einfalt, í sinni einföldustu mynd. En þarna eru svona dæmi þetta með hendur, fingur og í þessu tilfellu bara hendur, það er líka til fyrir fætur og svona klemmihættur. Hvernig við tökumst á við þetta í Marel og þá erum við með eins og ég er að nefna, það þarf að skoða þetta, það skoðana við bæði öryggismál og þrifamál. Þessi hlutir eru rýndir í þessu ferli. Við erum með vottað ISO-kerfi, gæðakerfi og þar á meðal annars er tekið fram að við eigum að uppfylla þessar rýni og síðan er þetta yfirleitt, það eru hópar sem eru, það getur verið einstaklingur eða margir saman sem eru að vinna hönnun á einhverjum búnaði
og yfirleitt eru einhverja aðrir sem að við erum með svona, yfirleitt svona fast teymi sem í því að taka út hönnuna og allir þeir sem að, þannig að það er ekki, hvað segja, hagsmunaaðilar beint þessara hönnunar eða þessara þróunar sem að taka út tækin. Að sjálfsögðu þetta alltaf svona iteratífu prósess, menn eru að fjalla þessi mál og reyna að gera betur, en oft sjá augu betur en auga, þannig að það að koma svona aðilar að sem sagt, menn eru búin að grafa sig niður, eru búin að vera að hugsa þessa hluti í langan tíma og þykjast nú erum við komin með lausnina, sko. Þetta alveg, nú það komið. Og svo komum við hinir og segjum, nei, strákar, nei. Það oft bara þá menn búin að vera svo lengi að horfa á sama hlutin, þeir bara sjá ekki augljósa hluti. Þannig að svona, það kannski nokkuð dæmi sem ég ætla að svona bara sýna. Bara svona sést kursan á þessu. Nei. Hvað er þetta ekki mennilega? Það var það. Þessi að er svona bara dæmi eitthvað sem að, einhver plata sem gat hreyfst með einhverju krafti og það var hægt að stinga henda bak við kremjara og síðan búið að breyta því þannig að bara einfaldlega bilið nægilega stórt þannig að hendin geti ekki klemst og svona einhver fleiri atrið, einhver svona belti sem gengur innundur sem getur dregið inn í sig. Það búið að breyta því að setja bara skarpa kanti eða hallandi kant á móti. Svona fyrir öryggisatriði og síðan svona að dæmi hluti sem eru það að segja sem tilheyra svona þrifamálum að sem sagt að maður geta opnað tækin, hafa aðgengi að öllu og sé auðvelt að komast af. Og síðan eru þá svona aðeins fleiri dæmi með að hér svona möguleiki á að stinga hendi einhvern veginn inn í og fara inn í tannhjól og reim og svo framvegis. Hér búið að loka þessu betur af. Hér svona svipað dæmi að komast inn í einhvers konar svona tannhjól sem með belti á móti, það var gæst klemti og hér búið að setja svona eitthvað búnað sem að lokar þessu en samt opinn þannig að sé hægt að hafa aðgengi og þrífa. Og þá má kannski segja sko að þetta sé eiginlega okkar slagsmál. Alltaf þurfum að gera þetta að við þurfum að leitast við að halda framleiðslukostnaðinum í skefjum en að sætta þessi tvö sjónarmið sem þrífanleiki og sem sagt öryggi tækjanna. Og þetta geta oft verið svona svolítið snúið því að svona sem dæmi þá höfum við oft fengið viðskiptavini til okkar í heimsókn sem að taka út einhver tæki eða línur eða hvað nú sem að framleiða. Og sérstaklega áberandi frá Bretlandi að við höfum fengið öryggisfulltrúa í heimsókn og hann kemur og segir nei, þetta allt opið, það þarf að loka þessu öllu og setja lífar hér og manni finnst yfirleitt að tæki þurfa að vera bara svona í glerbúri að með enginn koma nálægt þeim og síðan höfum við fengið sem sagt kemur í einhver annar heimsókn fulltrúi sem hefur með þrifamál að gera, engin öryggisfulltrúi og hann segir nei, það bara rífa þetta allt í burtu, það er allt opið, allt galopið. Og og þá þurfum við náttúrulega ofta að standa í svona kostnaðarsömum aðgerðum að friðþægja konan. Stundum kemur það fyrir að við fáum bæði öryggisfulltrúan og þrifafulltrúan. Það svolítið skondið sko því að þá eru þeir yfirleitt bara að rífast allan tímann. Annar vill rífast í burtu og hinn vill setjast yfir loköllu. Þannig að það stundum svolítið slagur sko.
Þá stendur maður svona, já, strákar, já, dregur sig aðeins í hlé, svona til þess að leyfa þeim aðeins að kljást. En sem sagt, hvað sé okkar svona svolítið sína á þetta það að oftar en ekki þá eru sem sagt öryggismálin í meiri forgrunni hjá okkur heldur en þrifamænleikinn ef það er ekki hægt að ná ásættanlegri niðurstöðu. Allavega við reynum að taka þann pól í hæðina. Frá því að, þessi CE-merking kom til, við þurftum að CE-merkja allt tæki, að þá þurftum við strax að hoppa á þann vagn þegar hann kom og sérstaklega vegna þess að við erum alltaf að flytja tæki heilmikið til Evrópu og það er eins og að það séu gerðar meiri kröfur þegar að tæki fari yfir eitthvað landamæri þó að það eigi að vera frjálst flæði og allt það. Og þá fer þetta í einhvers konar ferli og ef að tækin er ekki merkt rétt með CE-skiltum og að öll gögn sem eiga að fylgja, það er að segja samræmis yfirlýsing og segja leiðbeiningar og svo framvegis, er ekki með að þá er það yfirleitt svona eitthvað sem að getur verið hindrun og við þurfum þá að uppfylla. Og þá má kannski segja að þegar þetta byrjaði svona í upphafi þá kannski var það óx okkur mest í augum að það var kvöð það við þetta að gera leiðbeiningar með öllum tækjum á fleiri en einu tungumáli. Og og það þurfti þá að vera einhverja leiðbeiningar á máli viðkomandi land sem tæki færi til. Og þetta var eitthvað svona erfiðasti hjallinn til að byrja með. En síðan hefur það nú svona komið því í farveg og er í góðum gír. Þannig að nú í seinni tíð hefur fókusinn meira verið á þessi hin atriði, þrifamænleikann og vélaröryggið. Já. Þetta er við. Það eru fullt af stöðlum sem tilheyra vélatilskipuninni sem að ef maður fer inn á síður sem að vísa í hitt og þetta, að það er þetta aragrúa alls konar stöðlum og dóti. Og það getur verið svolítið svona flókið mál að finna út í því. En þetta er kannski ekkert svo flókið þegar upp í staði. Og það er ekkert, það er hægt að komast mjög langt með mjög lítið. Og bara þessi eina mynd sem er þarna á skjánum, sem er úr þessu staðli sem nefndur það að þetta er langur staðl og með marga myndir og langa texta. En ef maður skilur þessa tekníku eða þessa mynd þarna, sem eiginlega í einfaldleikara sínum segir ef eitthvað op að einhverja hættu, sem er þá klemma hætta eða einhverju hnífa sem geta skorið fólk eða hvað hann er, að þá þarf fjarlægin frá því opi, er háð stærðin opinu að vera eitthvað meira en eitthvað ákveðið. Og þá eru, hvað sé það? Það var fyrst verið að tala svona einhver göt sem að stærðin á gatinu eða formið á gatinu, hvort það er kringlátt eða ferkantað eða ílangt og hversu langt, eftir stærð gatsins, hversu langt þarf að vera frá gatinu í þessa hættu. Og síðan síðan er þá, kemur alltaf meira og meira inn í gegnum götin, fingur, það er hendi, það er handleggur og bara með þessu þá myndi ég segja að ef maður getur farið eftir þessu
að þá er maður komin alveg 80% af leiðinni. Í vélatilskipuninni er reyndar sem sagt lista yfir tæki sem eru þurfa, sem sagt, það þarf úttekt til að fara yfir þau. Það eru svona alls konar róterandi opni hnífar, bandsægir, ráðrýfur og svo framvegis. Og það eru til staðlar fyrir suma af þessum tækjum, ef menn fara nákvæmlega eftir þeim staðlum, að þá eiga þeir að geta búið til tækja sem eru í lagi. En það er samt sem áður, maður horfir á ráðrýfur, það er mjög auðvelt að slasa sig á þeim. Það er ekkert nema að stinga hendinni í valsina, þá spænist það upp. Og en samt sem áður, sko, það er þá eitthvað sem er, að því að það er ekki hægt að loka hættuna af, hún er opin og það verða að vera merkimiðar að hætta sér til staðar, þó að sem við vilja segja að þessi einskis nýtir, en það eru bara reglur fyrir því. Nú, við höfum svona, hvað að segja, þannig að þessu stendur hérna svo kallar pilsutest. Ef maður ímyndar sem að hafa svona prjón, svona grillpinnatprjón, það tekur pulsu og skerra 20 stingur árum endanum upp á hérna grillpinnan og þú fer með þennan þú setur þennan gervifingur þá, ef við getum kallað það sem svo, að hvað sem þú getur komið honum fyrir og ef að hans blúndrast, að þá er bara málið ekki nógu gott. Þannig að það er svona annar handleggur. Og svo hef ég skrifað hérna að hérna, sko, hvað þið geti gert. Þið geta alltaf orðið ykkur út um þessu mynd og hérna skoða tækin ykkar út frá því. En svona það kannski aðeins breytti áherslan hjá mér þegar ég var að hlusta á þessa sem verið undan mér. Að það, svo ég ætlaði nú að segja ykkur að þið verðið að setja kröfur á þá sem er að koma með búnað og tæki, hvaða nú hvort það eru flókin tæki og stór og mikil eða minni tæki, þau geta alveg sér hættuleg, eitt lítið færiband getur verið stórhættulegt. Sko, þið þurfum alltaf að gera kröfur á þá sem er að afhenda svona tæki. Þetta eru oft litlir aðilar hérna á Íslandi og þeir eru ekkert kannski alveg inn í því hvernig allt þetta CE-dæmi og vélatilskipunin og allir þeir staðlar sem því fylgja, að þeir eru ekkert með það á perun endilega. En þá getið þið allavega að koma með þær kröfur að minnstu kosti þeir fara eftir þessu. En síðan kannski, eins og ég er að koma aðeins inn að það svona kannski opnaðist aðeins nýr vinkill hjá mér við að hlusta á það sem eru búin að koma upp. Að þetta með að, sko, þetta er kannski þor stjórnenda að taka á þessum málum hjá sjálfum sér. Og það er kannski svona, og það sem búið að tala um hérna, kannski gefur okkur líka aðeins hjá Marel svona nýja sýn á það hvernig við kannski að tekla þessi mál. Við erum alltaf flestir sem höfum verið að vinna í þessu eru verkfræðingar. Það erum við gjarnir á að bora okkur niður og finna svona litla punktin sem við erum að fókusera á og potast í. En þetta er svona kannski allt annar vinkill, þetta er svona, svona allt önnur nálgun. Og það er svona kannski, ég held ég allavega að taki það með mér heim eða í vinnuna. Og síðan eitt, sko, því að það var verið að tala um að þetta með, sko, allir umhverju á að vera þannig að allir hefur verið öryggir og þegar geta komið heilir heim. Og það sé enginn sem vill slasa sig í vinnunni. Því miður er það bara þannig að við höfum orðið vör við það að það er til fólk sem vill slasa sig í vinnunni. Sérstaklega ef það fylgja einhverjar bætur eða tryggingar eða eitthvað annað. Það var alveg tilbúið að stinga puttanum í gatið og bara puttin farinn eða hvað hann getur verið. Og það fær þá einhvers konar bætur. Og ég hef ekki orðið var við þetta hérna á Íslandi en við höfum orðið var við þetta í Evrópu og í Bandaríkjunum.
að þessi tendens eru til staðar. Þannig að það gerir ennþá meiri kröfu til okkar að við gerum tækjun okkur örugg. Já, þá held ég þetta sé bara ágætt, sko. Takk kærlega fyrir þetta. En nú eiginlega byrjar veðurtefta dagskráin. Ég breyti dagskráinu örlítið og setti þá sem ég bjóst við að kæmu seint í lokin. Og einn af þeim sem var að detta í hús, það formaðurinn okkar hjá SFS, Jens Garðar Helgason. Og hann átti að opna ráðstefnuna og hann búinn að biðja mig að vera ekki að kalla sig upp á svið, hann sé þreyttur og slæftur, en ég hlýði því ekkert. Og Jens, viltu koma aðeins upp á svið og bjóða fólki velkomin? Ég veit ekki alveg hvernig, komið í sæl og blessu, ég veit ekki alveg hvernig starfsmannastefnan hjá okkur í SFS þegar að starfsmennir láta ekki af stjórn. Það kannski eitt af því sem ættum að vera með næst, það stjórnarnámskeið. Það gaman að hafa Karen sem kynni þar. Einu sinni þá kynntum við fyrir fram að 500 manns sem blöndu af Guðna Ágústssyni og Fjallkonunni. Þannig að, já. En já, ég ætlaði nú bara að bjóða ykkur öll saman sömul velkomin hérna á þessa ráðstefnu. Við köllum til þessa ráðstefnu í samvinnu við Vinnueftirlitið núna og það kannski ekki síst í ljósi þessarar skýrslu sem kom út núna á síðastliðnu ári. Við höfum verið að fókusera mikið undanfarin ár á öryggi sjómanna, minnka slysum og borð í skipum og annað og það hefur gengið ótrúlega vel. Síðan kemur skýrsla sem að dregur upp kannski aðeins dekkri mynd heldur en við höfum gert okkur grein fyrir slys í fiskvinnslum og þá náttúrulega það bara, það engin afsláttur gefið þar frekar en borð í fiskiskipunum. Og þá var ákveðið að fara í þá vinnu í samvinnu við Vinnueftirlitið og svo vinna hefur bara gengið mjög vel og nú erum við með þessa ráðstefnu þar sem að hver verkfræðingurinn kemur hér upp á fætur öðrum og segir ykkur ekki hvað þið ekki að stinga puttanum inn og það bara hið besta mál. Þetta nú aðeins breyst frá því að ég var að vinna í rækjuvinnslunni hér á sínu tíma og maður byrjaði 14-15 ára að vinna í rækjunni og þá var maður bara settur upp á liftara og sagt þú átt að taka þetta 4 kur, ég segi að gamli framkvæmdastjóri Hrafnsdótts Eskifjarðar situr þarna í horninu. Hann var reyndar ekki, það var verkstjórinn svo. Við vorum ekkert með neinn liftaraleyfi eða neitt og við vorum bara settir í þetta. Þetta nú allt breyst. Ég nú samt ekki orðið það gamall það voru nú komið liftarnámskeið, menn voru bara ekkert að stressa sig mikið á því þarna kannski. Það Haukur bara ekki ábyrgð á því En ég vil bara bjóða ykkur öll velkomin og þakka fyrir frábæri erindi og vonandi að þið hafi haft gagn og gaman af þessar ráðstefnu og viti menn í framhaldinu hvar þeir ekki reka puttana. Nei, ég veit að ég ekkert að loka þessu, ég bara, þetta svona einhver svona millikveðja. Já. Takk ykkur fyrir. Nú höldum við áfram með verkfræðingahornið okkar sem við erum komin með. En þannig var að Teitur Guðmundsson læknir, hann átti að koma og fara yfir áhættumat. Hann fastur á Höfn í Hornafirði, en þessi stað þá fengum við Jón Sveinsson frá Eflu verkfræðistofu til að fara yfir þessi mál. Og ég vil þá bara, ég þekki hann ekki í útliti, en það búið að lofa mér að hann sé skemmtilegur og ég treysti yfirleitt mönnum í flíspeysu mjög vel, þannig komdu velkomin. Já, takk fyrir það. Þá var ég að reyna að standa við það náttúrulega. Teitur hringdi reyndar í mig kortið fyrir ráðstefnuna og sagði að ég að hlaupa í skarðinu og reynda á samstarfi. Já, við erum í samstarfi, Efla og Heilsuvernd í samstarfi veitum heildstæða þjónustu varðandi Vinnuvernd og erum vottuð þannig sem þjónustuaðili hjá Vinnueftirlitinu. Þannig að það nú reynir að samstarfi. Ég þurfti að hlaupa tilbaka daginn saman fiskvinnslufyrirtæki með mjög stuttum fyrirvara. Það voru Rússar að koma í heimsókn og það þurfti að setja alla starfsmenn í heilsufarsskoðun 1, 2 og 3. En og mannaði mig þannig í verkefnið, en ég held að ég hefði samt fengið minni tíma heldur Teitur að undirbúa mig. Það svona. En
Ég ætla að tala þetta áhættumat starfa og áhættumat í fiskvinnslu, reyna svona aðeins að tvinna þetta við þennan vettfang sem við erum á hérna og frábært framtak þessi ráðstefna. Ég ætla náttúrulega að vera eins og flest ykkar hérna, bara sitja hérna og njóta þess að horfa á og hlusta. En frábært framtak og alveg klárlega vísbendingum þörfina þegar að Kristinn kom með tölfræðina hérna frá því að hann byrjaði á vinnueftirlitinu aldamótina þá hafi verið skráð 2200 slys í fiskvinnslu og ég fór að reikna og samkvæmt minni tölfræði þá þetta 150 ári, 12 mánuði eða 3 vikur og það bara svakalegt. Ég veit að Trausti væri ekki ánægður með þá slysatíðni hjá Norðuráli eða í Stóriðunni og ég veit að þið ekkert ánægð með þessa tölfræði heldur í ykkar störfum og þess vegna náttúrulega gott að við séum stödd hérna og svona reyna aðeins að opna þessa umræðu og horfa á hvað við getum gert og hvernig við getum haldið fram veginn. Ég þekki svo sem ekki, ég skal alveg viðurkenna, ég hef ekki mikla reynslu af störfum í fiskvinnslu eða hérna svona því ferli en ég heimsótti hins vegar svona starfandi sérfræðingur á sviði öryggisstjórnunar hjá Eflu og hef verið að vinna þar var áður hjá Vís og Alcoa Fjarðarál og út af Gísli Nílsen nú hérna í salnum að þá fórum við saman í heimsókn í kjötvinnslu fyrirtæki og við löpum hérna og þarna eru allra þjóða starfsfólk byrja illa það er starfsfólk af Marskóla þjóðverðni og töluðu ýmist tungumál og hérna og við erum búin að labba hérna og þarna var búlgverska og þarna voru menn í gærum, tattúvera, nýsjálendingar og við vorum skítrættir þarna. Stóðum svo í endan á ferðinni með tárin í augunum að hlusta á jarmið, síðasta jarmið á naglinn fór í hausinn og spurðum starfsmenn sem voru með okkur hafi ekki orðið einhver slys hérna? Jú, það fór eitt þumall hérna daginn. Já, ok. Já, það fer svona eitt þumall á hverju vertíð. Þannig að og maður velti fyrir sig bara, er þetta bara í lagi? Finnst fólki þetta í lagi og er þetta svona í fiskvinnslunni? Eða erum við bara sætt okkur við það að við erum að vinna í hættulegu umhverfi og þá verða bara slys? Eða ætlum við virkilega að gera eitthvað í þessu? Og Sigrún sagði hérna áðan að Norðurál var ekki hættulegur vinnustaður. Það er ekki hættulegur vinnustaður út af ferlinn og eftirliti og þjálfun allt þetta staðar. En það eru margar hættur í umhverfinu, alveg svo er í fiskvinnslufyrirtækjum. Ég reikna með að þau séu ekkert mjög frábrugðið þessari heimsókn sem ég upplifði hérna í kjötvinnslufyrirtæki, þar sem eru fólk af ýmsu bergi brotið. Það er færibandavinna, það er mikið pressa bæði af fólkinu sem er með þér á færibandinu og stjórnendum og öðru. Við þurfum að klára vinnun okkar og afhenda vöruna. Þannig að ég get alveg ímyndað mér að mörgum tilfellum eru aðstæður bara svipaðar þessu. Nú eitt af því sem við getum gert náttúrulega til þess að vinna úr þessu er að gera áhættumat og við gerum áhættumat af ýmsum ástæðum. Þetta er náttúrulega krafa, vinnuverndarlöggjöfin skyldar okkur sem stjórnendur að láta framkvæma skriflega áætlun heilsu og öryggi starfsmanna og síðan og hagsmunaaðilar bara eins og tryggingafélögin sem eru stödd hérna mörg hver og hérna hafa verið með erindi hérna hvernig þau horfa á hlutina. Og við þurfum þá að uppfylla þessar skyldur okkar. Og við gerum þetta náttúrulega til þess að reyna að draga úr slysum og óöpum. Þetta er ákveðin leið til þess að greina vinnuumhverfið og sjá hvernig við getum bætt úr aðstæðum. Og svo er náttúrulega mjög mikilvægt að starfsmennirnir sjálfir sem að vinna vinnuna að þeir taki þátt í þessu ferli. Þeir eru oft á tíðum sérfræðingarnir, þeir þekkja hætturnar, þekkja aðstæðurnar og koma oft með góðar ábendingar. Ef við horfum aðeins á þessi atriði þarna, þá eru svona mörg fyrirtæki sem að gera þetta svona fyrstu tveimur ástæðan. Þetta er krafa og þeir þurfa að uppfylla sína skyldur og svo til einhver mappa eins og Fjólanefnd áðan upp í hillu og hún er dregin fram á tyllidögum þegar á þarf að halda. En þegar við erum komin í það að gera þetta af þeim hvata við viljum bara tryggja það að okkar starfsfólk sé öruggt í vinnunni.
það fari heilt heim og við erum farin á, þegar við förum að greina vinnuumhverfið, þá hefur þetta ekki bara áhrif á öryggi og heilsu starfsmanna, þetta eykur líka gæði og framleiðslu. Þetta er alveg náskylt og samtvinna gæðakerfum oft á tíð. Og svo þegar starfsmennir hluta ferlinu, að þá erum við komin mjög langt. Og ég meina þannig til dæmis eru aðstæður hjá Norðurá. Þeir eru á öllum þessum ástæðum sem að tilteknar eru hérna. Og það er það sem að náttúrulega kemur okkur áfram og skila okkur árangri. Nú það er náttúrulega ýmislegt sem að kröfur sem lögin setja á okkur og Guðmundur nefndi nú hérna áðan að þetta væri fyrst og fremst ábyrgð eins manns, það er forstjórinn sem er fyrirtækið, en hann náttúrulega sjálfsögðu getur deilt þessum skyldum sinnum ábyrgðum til starfsmanna sem eru til þess hæfir að vinna þetta. En svo eru náttúrulega fyrirtæki eins og Efla og Heilsuvernd sem að geta veitt svona ásamt fjölda öðrum aðilum sem eru með þessa þjónustu að geta aðstoða og hjálpa til við að framkvæma þessa vinnu. En það er ýmislegt annað sem að lögin kveða á, eða skyldur sem þau gera til okkar. Það þarf að vera til öryggisnefnd eins og í flestum fiskvinnslufyrirtækjum, þegar fyrirtæki eru orðið stærri en 50 manns, þá þarf að vera til öryggisnefnd með 2 fulltrúum starfsmann sem öryggistrúnaðarmenn og öryggisvörðum sem eru fulltrúar fyrirtækisins. Það á að skrá atvik og næstu í atvik og greina rótagreina hvað gerðist, hvað fór úrskeiðis til þess að fyrirbyggja að endurtaki sig ekki, gera úttektir, það er að framkvæma heilsufarsskoðanir og svo eru svona aðgerðir eins og vera til staðar rýmingaráætlun, eigi eldvarnareftirlit og náttúrulega margt fleira sem við þurfum að framkvæma á sviði heilsuverndar og öryggis til þess að uppfylla þessa skyldur okkar. Nú fullgert áhættumat, það telur þessa 5 þætti. Það er sem sagt umhverfisþættir, mat á vélum og tækjum, efnanotkun, hreyf- og stoðkerfi og félagslegu og andlegu þættir. Og það er náttúrulega alveg ljóst að í fiskvinnslufyrirtæki þá eiga allir þessi þættir við. Það er búið að tala mikið um vélar og tæki og slysum þeim tengdum og hvernig við erum að reyna að vinna með þau og fyrirbyggja og byggja og votta þessi tæki og annað slíkt. Og Vinnueftirlitið hefur lagt töluverða áherslu á því að fylgja þessu eftir og yfirfara þetta hjá fyrirtækjunum. Efnanotkun, það er töluverð efnanotkun. Við þekkjum alvarleg slys sem hafa orðið bara af ammóníakleka til dæmis. Það sem að starfsmaður hefur hlotið varanlega skaða af því að vanda sér slíkri gufu. Nú hreyf- og stoðkerfi, færibandavinnu og erfiðisvinnu og þá er það náttúrulega alltaf hluti af þessu ferli og svo félagslegu og andlegu þættir. Við erum búin að tala eins það við erum með ungt fólk sem að tölfræðin segir okkur að sé líklegra til þess að lenda í vinnuslysum. En kannski ef að við vinnum eins og fisk, seafood, þar sem er mikið fókus og áhersla á þetta fólk og ég veit að Norðurál og Stóriðjan hefur líka lagt mikla áherslu á unga fólki sitt, nýliðana, út af þetta er ákveðin áhættu þáttur að vera með ungt fólk í vinnu. Þegar það er að hefja störf, þá er það líklegra til þess að lenda í slysum. Svo er aftur hinir þessir gömlu hundarnir, aðeins svo mikið sjálfstöp og gerði dödd á 5 ár. Segir mér ekkert hvernig ég á að gera þetta. Það er oft erfitt líka nálgast þannig og það eru líka hættulegi starf. Og svo er þetta tungumálin, það er ýmislegt þarna sem að skipti máli. Hvernig komum við skilaboðum á framfæri? Hvernig eru samskipti? Skilur fólki allt það sem við erum að segja? Þannig það er hluti af þessi félagslega og andlega þætti. Og svo er það náttúrulega bara vinnuumhverfið, allt þetta hávaðinn, birtan, kuldinn, hitinn og þetta, eins og ég segi, þetta er allt til staðar í þessum fyrirtækjum og Efla og Heilsuvernd eins og ég sagði eru í samstarfi og við hefum náttúrulega sérþekkingu, það þarf að hafa sérfræðing sem hefur þekkingu á öllum þessum 5 atriðum og Efla kannski meira hérna í efnanotkun og vélum að meðan að Heilsuvernd hefur betri þekkingu á félagslegu og andlegu þáttunum og hreyf- og stoðkerfinu. Svona aðeins bara ég hendi hérna upp þessari brellukúfu sem svona sýnir okkur samhengi á milli slysatíðni og svona menningarinnar sem innan fyrirtækisins. Og ég var svona aðeins að hugsa hvar eru við stödd og svona fyrsti reiturinn hérna eðliskvötin, viðbrögð
og ég leyfi mér að setja fiskvinnsluna þarna. Ég svona miðað við tölfræðina og alla þessar sögur og þá auðvitað misjafnt eftir fyrirtækjum en svona þarna svona öryggismálinu rétt að byrja sitt ferli. Útgerðin, þá skipin sjórinn kannski komin aðeins lengra og manni finnst það náttúrulega sama fyrirtækið, við verðum að gera betur í landi, það ekki spurning og nýta það sem við höfum verið að gera eins og Slysavarnaskóli sjómanna. Þarna svona, og síðan sett ég nú hérna stóru, þeir eru nú að nálgast þetta að vera komin hérna í gagnvirka hópinn, en þarna allavega fólki orðið mjög meðvirkt, eru virkir þátttakendur öllu og farnir svona að skipta sér af öryggi annarra líka í einhverjum tilfellum. Og af hverju ættum við að gera þetta? Hver ávinningurinn af þessu? Við erum náttúrulega að fækka slysum og óhöppum. Þetta lækkar slysakostnað, veikindi og tjónakostnað. Starfsfólks verður hæfara til að sinna sínum störfum og þetta tvinnast vel saman með gæðakerfin, að auka gæði og auka framleiðni. Og svo eins og Kristi Tómasson endurtekur síðan að þetta okkar sjálfsögðu mannréttindi að geta farin heil heim, hvort sem að loknu vinnudegi eða lokinni vinnuæfinni. Spila golf eða leikja við barnabörnunum, hvað við ætlum að gera í lokin. Takk fyrir mig. Eru þið með eitthvað spurningar? Það allir orðnir svo fróðir eftir að hlaða svo góðu fyrirlestra. En þegar ég var að leita að hendugum fyrirlestrum, eða lesturum, þá Vinnueftirlitið benti mér nú á hann og fleiri. Það var maður að nafni Gunnar Rúnar Ólafsson sem hefur náð mjög góðum árangri hjá Samherja. Ég held að það hafi dregið úr slysum alltaf 34% á milli ára. Og ég fekk mynd af honum, hann var voða sætur og hann kom í fjölmiðla og var æðislega flottur og fínn. Svo hringdi hann í morgun og sagðist vera veðurtepptur. Og ég hringdi auðvitað brjáluð í Samherja og sagði að þeir eru að finna nýjan mann það fyrir mig. Það þýddi ekkert að gappa mig svona. Og Kristján Vilhelmsson, hann sagði að hann ætti skipstjóra og þeir hefðu vitað því að skoða veðurspá. Það var einn helsti kostur skipstjóra. Og þannig ég ætla að fá hann Hákon Þröst Guðmundsson upp á svið. Sjáu þið hann? Já, þarna. Þú að stýra? Þú stendur hérna muna að brosa. Ég ætla að reyna að stýra þessu. Minnisatriði. Já, góðan daginn. Ég ætlaði að hlaupa inn í skarðið. Ég var bara að fá að flytja þetta svona eins og hann hefði gert það kannski. Og hann segir nú hérna byrjar á því þá að bjóða góðan daginn. Og það okkur hjá Samherja mikill heiður að fá að vera hérna með ykkur í dag og taka þátt í umræðinu þennan mikilvæga málaflokk. Og við fögnum því að aðilar í Vinnueftirlitinu og samtökunum vilja koma hérna og bera saman bækur okkar í þessum málum. Og eins og fram hefur komið þá heiti ég Hákon Þröstur og kem hérna með erindi fyrir Gunnar sem starfandi öryggisstjóri hjá Samherja og bakgrunnu Gunnars kemur úr slökkviliðinu. Þar var hann starfandi slökkviliðsmaður og bráðatæknir hjá Slökkviliði Akureyrar og Reykjavík í 16 ár. Svo hefur hann einnig verið starfandi sjómaður hjá Samherja og leiddist þar inn í núverandi starf í öryggismálum fyrirtækisins og það sem hann hefur lifað og hrækst í síðastliðin 4 ár. Við hjá Samherja höfum unnið hörðum höndum á að taka öryggismál í landvinnslunni núna föstum tökum og hefur sú vinna verið í gangi allt síðastliðið ár. Samræmt öryggisstjórnunarkerfi núna starfrækt þar sem meðal annars slysagreining og áhættumat allra starfsstöðva safnað saman og áhersluatriði í úrbótum öryggismálum greint út frá slysatíðninni og staðsetningu öryggis á slysunum.
Framkvæmdi við viðbyggingun á frystihúsinu hafa staðið yfir og hefur verið talsverður tími farið í það verkefni. Enda að mörgu að hyggja og það kemur öryggismálum í hátækni frystihúsi. Við erum ákaflega stolt að sjá ríflega 35% fækkun á slysum árið 2015 frá fyrri ári og segir það að við séum á réttri leið. Ekkert slys er ásættanlegt og 0 slysastefna fyrirtækisins er markmið sem við stefnum að og eru við hvergi nærri hætt í þeirri vegferð. Það skal tekið fram að inn í þessum tölum sem þið sáuð eru öll skráð slys sem orðið hefur, hversu smá sem þið eru. Og langstærstu hluti þessara slysa hafa engar afleiðingar á bakvið sig. Bara svona að halda því til haga. Til að mynda erum við að fara af stað með stórt verkefni í samvinnu við forvarnardeild Sjóvá sem miðar að því að fækka slysum í skipaflotanum. Og þar eru sóknarfæri sem við ætlum að nýta okkur og af reynslu að dæma þá er samvinna allra aðila leiðin til árangurs í þessum efnum. Gunnar var fenginn hingað í dag til þess að ræða rétt hugarfar til árangurs. Og ég held að sé best að byrja á að skilgreina hugtakið árangur þegar rætt öryggismál. Markmiðið hlýtur að vera að fækka slysum með fyrirbyggjandi aðgerðum, fræðslu og skýrum reglum. Og þegar við sjáum slysatölu lækka, þá erum við sem að ná þessum árangri. Tölum aðeins hugarfarið sem til staðar, þarf að vera til staðar til að ná eftirsóknarverðum árangri. En áður en ég fer út í það, þá langar mig til að nefna fróðlega rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum þessum málum og byrja á spurningunni af hverju verða slys? Slys gerast aðalega, ekki eingöngu heldur vegna tveggja þátta. Annars vegar óöruggt starfsaðstæðna, vélar eða tæki og hins vegar slæmnar öryggishegðunar starfsmanna. Hér eru dæmi eitt slíkt. Sjáum það. Rannsóknir sýna að meira en 75% slysa verða vegna þess að síðarnefnda eða vegna slæmnar öryggishegðunar. Öryggishegðun skilgreinum við sem færni okkar til að lesa hættuna og taka rétta ákvörðun út frá þeim skilningi. Það er mitt mat að þessi þáttur þarf að fá aukna athygli í öryggismálum, hérna í fyrirtækjum í sjávarútvegi. Þegar rætt er hugarfar til árangurs, erum við nákvæmlega að tala þennan þátt í slysavörnum. Rétt hugarfar í öryggismálum er að skapa rétta öryggishegðun og að hún sé hluti af menningu fyrirtækjasins, þessari öryggismenningu. Þá vil ég fyrst nefna lið sem ég tel vera ákaflega mikilvægan þátt til að ná réttu hugarfari fram og það er fordæmi. Eftir höfðunni dasa limirnir, segir einhvers staðar, og þá vel við því að á þessari vegferð að bættir öryggismenningu og réttu hugarfari. Það er stjórn og forstjóri, framkvæmdastjórn, verkstjórar, gæðastjórar, tæknistjórar, flokkstjórar, eða allur þessi hópur sem er kallaður stjórnendurnir innan fyrirtækisins eru fordæmisgefandi og varðandi öryggishegðun og er það skylda hvers og eins að vera meðvitaður það fordæmi sem hann þarf að sýna. En til þess að vita hvað er rétt og hvað er röng öryggishegðun, þá þurfa reglurnar að vera skýrar og vel upplýstar öllum starfsmönnum. Allir starfsmenn fyrirtækisins hafa rétt á sinni skoðun, burt séð frá þeirri stöðu sem þeir gegna innan fyrirtækisins og að hlusta sig á þá og kemur þá á öðru atriði sem ég tel gríðarlega mikilvægt.
mikilvæga þátt í vegferðinni að réttu hugarfari og það er þessi viðurkenning. En að veita starfsmanni sem leggur sitt á mörkunum til öryggismála og sýnir rétt á öryggishegðun, viðurkenning hefur jákvæð áhrif bæði á starfsmanni sjálfan sem og annara sem sjá að hluta, allir starfsmenn ættu því að vera með einhvern skammt af H-vítamín í vasanum. Fyrir þá sem ekki vita hvað það er, þá er það þetta hrós. Og þeir ættu að veita það þegar eftir er tekið og gefa þetta hrós. Langvarandi áhrif af þessu H-vítamíni eru öllum til góðs, sama hvaða þeir hafa fram að færa. Það að starfsmaður sjái úrbætur gerðar eftir athugasemdir frá honum sjálfum og fái klappa á bakið í enda dagsins með skilaboðunum vel gert hefur í för með sér áhrif sem leyna sér ekki og ekki einungis svona starfsmanni sjálfan heldur annara starfsmanna þarna í greininni. Starfsmaður sem fær þakklæti fyrir góða öryggishegðun fær þau skilaboð að hann sé metinn sem starfsmaður sem aftur leiðir til þess að hann hefur betri veljaðan í starfi sem að endanum einhver líkur á að starfsmaðurinn viðhaldi þessari góðu öryggishegðun eða bætir hana ennþá frekar. Margar leiðir eru til staðar til að fá athugasemdir eða fá sín starfsfólk, til dæmis ábendingar í kassa þar sem starfsfólk gefst kostur á að koma sér inn í ábendingu til skila. Skriflega annaðhvort nafnlaust eða undir nafni. Sú aðferð hefur reynst okkur ákaflega vel hjá Samherja og farið yfir allar ábendingar á fundi öryggisnefndar, málið rætt, úrbætur gerðar ef við á og ekki má gleyma að hrósa starfsmönnum sem upphaflega kom með þessar ábendingar. Svo það gamla góða samtalið, það þessi samskipti sem hefur bestu áhrifin að mínu mati og nýti ég mér þá aðferð fyrst og fremst vegna persónulega tengingar sem skapast við þetta samtal manna á milli öryggismál. Allt þetta lítil skref í átt að réttu hugarfari. Annað sem ég tel ákaflega mikilvægan þátt eru skilaboð og stuðningur frá stjórnendum fyrirtækjanna. Að ná góðum árangur í öryggismálum er sigur sem ekki runnin einungis á gólfinu inn í öryggisnefnd eða á fundum yfirmanna, heldur einnig með beinni aðkomu eiganda og stjórnanda. Til dæmis er mikilvægt að fjármagn fáist til úrbóta og starfsmenn finni það að yfirstjórn sé tilbúin til að veita fjármagni til úrbóta í öryggismálum, vinnuvernd og líka sem hollustuháttur. Með öðrum orðum þarf hugafar að ná frá gólfi og allir leið upp og að allir séu að vinna að sama markmiðinu til að ná árangri í öryggismálum. Starfsmaður sem vinnur að stjórnendur og yfirmenn leggja mikla áherslu á öryggismál, vanda sig frekar við að sýna sér góða öryggishegðun. Skilaboðin ættu alltaf að vera skýr, öryggi fram yfir framleiðni. Nú hef ég rætt fordæmi, viðurkenningu og stuðningi yfirmanna sem þá og kem þá á næsta lið sem er öllu vandmeðfæri og það er þessi agi á vinnustað. Jákvæður agi í öryggismálum leiðir af sér góða öryggishegðun. Með því að eyða óvissu þáttum með skýrum skilaboðum æskilega öryggishegðun. Fyrsta skrefið er eins og ég hef áður komið inn á er að hafa skýra öryggisreglur og mikilvægt er að tryggja það ávallt að hver einn starfsmaður skilji reglurnar og hversu ætlast til af honum. Munum það í hvert sinn sem slys verður, þá er ástæðan líklega svo að farið var að einhverjum hlut vegna út fyrir öryggisreglur eða starfsreglur fyrirtækisins. Næsta skref væri þá að rýna til gagns hvað gerðist og af hverju að farið út fyrir öryggisreglurnar. Neikvæður agi
sem felur í sér refsingu á sjaldan við kemur öryggismál og leiðir það bara alls ekki til árangurs. Allt það betri kostur að fara yfir málin, ræða hvað fór útskeiðis, hvað hægt að gera til að hindra slíkt komið fyrir aftur og að sjálfsögða viðurkenna velunni starf þegar svo á við. Jákvæður agi, skýra línur í öryggismálum, eykur líkur á að starfsmaður sýna þessu góða hegðun eftir að eitthvað hefur komið upp. Nú langar maður að koma aðeins inn á annan mikilvægan þátt. Það er þetta gagnsæi í öryggismálum. Öryggismál eru ekki einkamál fárra aðila innan fyrirtækisins, heldur varðar þetta hvern og einn einasta starfsmann, sama hvaða starfi hann gegnir innan fyrirtækisins. Þegar ráðist í fyrirbyggjandi aðgerðir, þá mikilvægt að allir viti af hverju verið að ráðast í viðkomandi framkvæmdir. Og ef neikvæðar raddir heyrast, líklegt að það sé eitthvað til í því. Því nauðsynlegt að fá skoðanir og ábendingar starfsmanna það sem má betur fara þegar við kemur þessum aðgerðum eða breytingum. Og þá sérstaklega þar sem fólk starfar á viðkomandi starfsstöð. Lítið dæmi þetta þegar verið að gera færiband og vélar, öruggari með hlífum eða grindum, eins og vel þekkt, mikilvægt að gleyma ekki fólkin sem starfar til dæmis við þrif á viðkomandi tæki, eins og búið að koma inn á hérna áður. Það getur mögulega að skapa hættu fyrir þau og gert starf þeirra sem eru við þrifin erfitt eða jafnvel ómögulegt. Því mikilvægt að ráðfæra sig við alla aðila sem koma að þegar kemur að þessum breytingu til batnaðar. Starfsfólk þarf að skilja aðgerðina, tilganginn hennar og vera sátt við svona í enda dagsins hvað búið að gera. Að lokum vil ég beina sjónum mínum af upplýsingaflæði til starfsmanna sem beintengt gegnsæinu sem ég var að ræða hér rétt áðan. Mikilvægt að upplýsa þær framkvæmdir, breytingar, hættur, varúðarráðstafanir og allt sem viðkemur öryggi og vinnuverndarmálum. Einnig gott að hafa upplýsingaflæði til starfsmanna hverjir innan fyrirtækis eru talsmenn öryggismála, svo sem öryggisverðir, öryggistrúnaðarmenn, neyðarteymi og hvert starfsfólk sem kemur að þessu málefni. Við hjá Samherja höfum farið þá leið að vera með upplýsingaskjá. Þar sem tilkynning koma fram frá verkstjórum öryggisnefndinni ýmis mál þessu tengt. Það hefur reynst okkur vel og gott þá að tilkynna aðgerðir eða breytingar sem eiga sér stað öryggisins á þessum skjáum sem eru vísvegar fyrirtækið. Í þessum fyrirlestri hef ég talað mikilvægi þess að hugarfarið sé rétt til að ná árangri. Ég hef farið mikilvægi þætti sem þurfa að vera til staðar til að hugarfarið breytist í batnaðar. En mikilvægt að skilja það að hugarfar sem ég seti undir sama hatt og öryggishegðun breytist ekki á einu degi. Þetta langhlaup sem verið að vinna að svona smátt og smátt með tilsögn og fræðslu og leiðbeiningum. Eins og ég kom inn á í upphafi erindisins, þá ég stoltur af þeim árangri sem við hjá Samherja höfum náð og ég vil að lokum fá komið því á framfæri að sá árangur hefur eingöngu náðst vegna frábærs hugafars starfsfólks Samherja sem hafa tekið þetta verkefni af virkilegri alvöru og allir sem einn lagt sitt á mörkunum í vegferðinni sem svona rétt að hefjast núna. Það von okkar, það erindi Gunnars hérna í dag, hafi gagnast einhverjum og vil ég á endanum þakka kærlega fyrir mig og segja megi þetta ár verða okkur öllum árangur til árangurs í öryggismálum. Takk fyrir kærlega. Við ekki bara bíða með spurningar og varpa þeim norður. Takk kærlega fyrir.
Þá er nú komið á lokunum. Já, heyrðu, við erum náttúrulega afskaplega ánægð með það að menn hafa lifað af fundin. Það alltaf árangur í sjálfum sér að setja á fundin og maður mælir lifun á fundum með fjölda lausra stóla í upphafi og fjölda lausra stóla í lokin. Þetta lifun á fundi. Þessi fundur hefur lifað nokkuð vel, sýnist mér, með þennan mælikvarða. Ég held að sé afskaplega brýnt fyrir okkur hjá Vinnueftirlitinu að gleðjast yfir þessum áhuga sem samtök í lykiliðnaði íslensks samfélags, fiskiðnaðinum, eru í raun að sýna með því að vera að taka sig saman í andlitinu og segja þetta forgangsmál hjá okkur, við ætlum að gera vel. Þetta þýðir það að maður horfir fram á betri og bjartari tíma. Ég í grundvallar atriðum nöldrandi svartsýnismaður enda í eðli mínu og hef nú alltaf svona þess vegna finnst mér náttúrulega leiðinlegt að horfa á meðaltöl og ég pirraður á þeirri staðreynd að þessum 16 árum hjá Vinnueftirlitinu þá eru 13 slys á börnum yngri en 18 ára í fiskvinnslunu á hverju að meðaltali á þessum 16 árum sem ég starfa hjá Vinnueftirlitinu og ef ég væri starfandi í einhverju suðlægu Evrópuríki þá er ég náttúrulega búin að segja af mér svona einhverju slíku tilefni, það gert þar en ég starfandi á Íslandi og það segir enginn af sér á Íslandi út á einu en einu og ég ætla ekki að fara að sýna fordæmi á því sviði þannig að ég held hins vegar að við eigum að horfa þar að síðasta ár, 2015, þá voru því miður 13 krakkar sem slösuðust í fiskvinnslu. Það algjörlega óþolandi með öllu. Það voru fréttum núna dögunum sagt frá rækjuvinnslu í Tælandi og þeir sem kunna og það var tekið fram að þar var að vera að fara hræðilega illa með einhver smákrakka og þetta maður skammaði sín fyrir þetta og sem betur fyrir kom fram í fréttina að þetta nú seldara vöru meðal annars hér á Íslandi sem matvæli að það væri passað upp og það að við værum ekki að skipta við þessa vafasömu aðila sem væri að fara illa með krakka. Ég vil endilega hef sagt það svona í samtölum við ýmsa aðila sem ég hitt sem tengjast fiskvinnslunni að ég vil nú gjarnan sjá það vegna þess að ég nú hvað stoltastur að þrennu í íslensku atvinnulífi, það annars vegar fiski, hins vegar heitu vatni og þriðjulega rafmagni. Þetta nú verið það sem ég stoltur af þegar ég seti á einhverju veitingastöðum í útlöndum með einhverjum útlendingu. Þá það þessi þrír, þetta sem ég prívat hef verið stoltur af. Ég vildi endilega geta sagt að á hverjum pakka af íslenskum matvælum sem fer frá íslenskum fiskvinnslufyrirtækjum til útlanda að það stæði á pakkanum við gerð þessara matvæla slasaðist enginn. Það væri einhver frábærasta vottun sem ég sem starfsmaður Vinnueftirlitsins gæti séð og ég vona að við getum deilt slíkri hugmynd. Mér sýnist margar þær hugmyndir sem komið fram hérna í dag virkilega geta nálgast þessa skemmtilegu sýn að við getum í framtíðinni merkt okkar matvæli með þessum hætti. Ég held að það veri afskaplega ánægilegt ef við getum gæðavotta matvælin, þessi matvæli eru framleidd án slysa. Með þeim orðum þá vil ég þakka fyrir þessa miklu þáttöku og mikla fróðleik sem ég held að við allavega gert að verkum að ég hef lært mjög mikið í dag og fer glaður heim af þessum fundi. Ég vil fá bæta einu við því ég alveg, hvað maður að segja, glimrandi bjartsýnismanneskja og öfugt við þennan Milljant svartsýnismann. Þannig mér þætti voðalega vænt að okkur langar til að huga miklu meira að fiskvinnslumálum og bara að málum sem þarf að huga að hverjum tíma og stefnum bara að því að hittast vonandi sem flest á ári og með skemmtilegan fund og góðum veitingum og þannig að við myndum fara heim og setja okkur markmið og fara yfir það sem við gætum mögulega gert betur, skrifa þetta niður svona eins og allir markþjálfar segja að maður eigi að gera og fara yfir þessi mál svo að ári. En að þessari markmiðasetningu sem ég hvet ykkur til þess að fara með heim, þá bara vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og hafa lifað fundin af.